Nú er upptaka komin í gang. Þá erum við komin á 301. sveitarstjórnarfund og ég ætla að byrja á því að kanna með lögmæti fundarins. Er einhver sem gera athugasemd við það? Bjarki? Já, takk. Ég ætla ekki svo sem að gera athugasemd við lögmæti fundarins, ég ætla að gera bara lítilvæga eða athugasemd við fundarboðið. Það barst svo sem á réttum tíma en gögnin kom ekki fyrir seinna. Svona, ég varð var við þau þarna einhvern tímann 6 klukkutímum eftir að fundarboðið fór út. Þetta er svo sem bara í annað skipti sem minnihlutinn þarf að gera athugasemd við þennan þátt og við bara hvetjum útildina til að reyna að koma þessu í fastar skorður en gerum ekki kröfu ógildingu fundarins. Takk fyrir það, já, Anton Karin. Já, mér langar bara að benda að það getur auðvitað alltaf gerst. Það er leitt að gleymist að hengja einhver gögn við fundinn, en bara beina þá til minnihluta að láta vita ef þau verða var við. Eins og Lilja sendi upp post að vantaði eitthvað og bara látið þið vita ef eitthvað vantar. Já, þá er Lilja. Takk Kári, bara alls sjálfsagt að láta vita eins og ég gerði Margrét í gær, því það vantaði þarna meirihluta gagna við skipulagsnefndarfundi sem við getum þetta nálgast okkur öðrum leiðum. En þetta voru ekki einstaka skjöl, það vantaði öll fundargögn í gáttina. Alla einmitt. Já, það vantaði hann ekki opna í gátt. Þannig að það birtist ekki. Þetta var algjörlega á mér. Já, hérna störum yfir það og bætum það. Já, það er sem sagt mál sem var ekki á dagskrá sem langar að kanna hvort við getum sett inn. Það er þetta númer 20, búin að breyta. Það er orðið númer 8. Nei. Jú. Þá ætla ég að rífressa hérna hjá mér, byrja því, svo að ég sé nú í synki við aðra hérna. Sjá hvort það hafi gengið upp. Erfiðlega, en sjáum hérna aðeins. Jú, þetta er komið númer 8, eða ekki? Já, mér langar til að bera fram hvort við getum bætt lið númer 8 inn á dagskrá fundarins. Það er sem sagt skipulags- og umhverfisnefnd breytt nefndarskipan. Það er ekki bara að lesa þetta upp. Ég mun greiða bara atkvæði þetta. Þeir sem eru samþykkir því að bæta þessu við á dagskrá fundarins. Það er samþykkt samhljóða. Þannig að þá vindum við okkur bara í fyrsta mál á dagskrá. Það er umdæmisráð arnarverndar. Aðeins stækka hérna.
Þar Alþingi samþykkir breytingar á barnaverndarlögum sem fela í sér grundvallarbreytingu á uppbyggingu barnaverndar innan sveitarfélaga. Samkvæmt lögunum verða barnaverndarnefndir lagðar niður og í stað þeirra verður starfrækt 2 aðskildar einingar á vettvangi sveitarfélaga. Annars vegar barnaverndarþjónusta og hins vegar umdæmisráð barnaverndar. Félagsmálastjóri leggur til við sveitarstjórn að taka þátt í stofnun umdæmisráðs og skipan í umdæmisráð á landsvísu, sem tekur formlega til starfa 1. janúar 2023. Fyrir fundi liggja drög að erindisbréfi valnefndar umdæmisráðs barnaverndar á landsvísu, samningur rekstur umdæmisráðs barnaverndar á landsvísu og viðauki 2 við samninginn. Einhverju sem að vilja tjá sig, Anton Kári? Kannski bara aðeins að fylgja þessu hlaði, það búið að vera funda núna svolítið stíft og þetta er hægt að spretta núna fram svona bara rétt eftir sumarfrí og það múlaþing sem hefur raunin haft svona forgöngu í að útbúa þessu skjöl og þess áttar. Þau eru ekki endanlega tilbúin, þetta raunin allt í vinnslu. En mér sýnist að öll sveitarfélögin sem sagt á okkar svæði og raunin öll sveitarfélögin sem tóku þátt í þessar umræðu, þau allir bara að vera með og þau eru þá að fela sínum sveitarstjórum eða félagsmálastjórum að vinna þetta mál áfram. Og ég held í rauninni eins og ég til sáðu erindið hennar sögu að ef við gerum þetta ekki þá verður þetta skipað ríkinu eða við þurfum einhvern veginn að hnoða þessu saman sjálf og það þetta 6.000 manna lágmark sem þó frávíkjanlegt en ég held allan daginn og bara treysti náttúrulega félagsmálastjóra til þess að leggja þetta fyrir okkur. Ég held að það sé rétt fyrir okkur að gera þetta. Fleiri sem Lilja gjör svo vel. Já, fundamenn. Mér langar bara aðeins kannski að spyrja á þetta varðandi hvaða áhrif þetta hefur þá á okkar núna félagsmálanefnd, hvaða breytingum við saman þar og hvenær þær muni þá ganga í gegn. Og eins langaði mig aðeins að spyrja, ég vil að lesa þarna erindisbréfið og samninginn og finnst þetta veruleg laun sem verða átt hos fólki svona með að við málafjölda en vissulega skiptir máli málafjöldin annars vegar á höfuðborgarsvæðinu og hins vegar á landsvísu skiljið ekki rétt að þetta séu landsbyggðarsveitarfélögin. Hver málafjöldi á landsbyggðinni, hvað við að sjá fram á þetta muni kosta? Já, eins og svo sem kemur fram í þessum fylgiskjölum að þá það náttúrulega væntanlega eitthvað breytilegt eftir fjölda mála og og svo sem með laun og annað, eins og Anton Kári sagði, þá þetta náttúrulega drög að einhverju sem að þarf væntanlega að ganga frá og samþykkja. Þannig að við getum haft einhver áhrif það. Anton? Já, þetta akkurat þannig sko, og eins og kemur fram með sögu á síðustu 3 árum höfum við þurft úrskurð 2 sinnum. Þannig að þetta getur verið úrskurðað oftar ef það eru mörg erfið mál. Þannig að, og ég tek undir það og það var einmitt umræði í þessum hópi að þessi drög, sem þetta erindisbréf og greiðslurnar, fólki fannst það háar. En það er ekki búið að landa, skilurðu, endanlegum samningum varðandi það. Þannig að já, ég tek undir það en í rauninni, við getum ekki sagt hvað þetta kemur til með að kosta. Ekki nema, við vitum ekki hvað við fáum mörg mál sem við þurfum úrskurði. En allavega eins og hún segir á síðustu 3 árum hefur við þurft 2 úrskurði. Við borgum kostnaðurinn með skipt eftir íbúðatölvutekju. Þannig að við borgum alveg mikið kostnaður 1 úrskurður eða 10 fyrir okkar sveitarfélag. Er ég að miskilja það? Við borgum eftir íbúðatölu sem sagt í batteríið en ef við þurfum úrskurð þá þurfum við að greiða sérstaklega fyrir úrskurð. Bjarki, þú varst búinn að biðja orðið. Já, takk fyrir það Oddviti. Ég var ekki búinn að átta mig á því að við þyrftum að borga sérstaklega fyrir úrskurðinn en ég taldi það að við myndum bara eiga hlutdeild í launakostnaði, þannig að þetta eitthvað sem þarf að skoða svona aðeins betur, það að segja samningi. Það sem ég hjó eftir í samningnum, Oddviti, að við eigum að greiða ef að við
kjósum að þarna fá fund í héraði, að þá þarf sveitarfélagið að greiða bæði akstur og að mér virðist dagpeninga. Það er nú frekar svona undarleg ráðstöfun og kannski við myndum kannski sleppa ágætlega, myndi ég halda, í þessari fjarlægð frá þarna höfuðborgarsvæðinu, en mér finnst nú svolítið skrítið að eitthvað batterí sem á að starfa á landsvísu, að það er að fara að rukka sveitarfélögin fyrir akstur og dagpeninga hjá starfsmönnum sínum. Þannig að ég myndi svona vilja skoða það betur, án þess að setja mig beint á móti þessu, að þetta er svona þau atriði sem ég myndi vilja sjá að eða skoða betur. Og annað sem ég langaði að spyrja út í er varðandi valnefndina. Geturðu farið í nokkrum orðum yfir hvernig, eigum við eitthvað hlutverk þar? Eða er það félagsþjónustusvæðið eða hvernig, og er einhverjar kröfur gerðar á þá sem að eiga sæti í valnefnd? Takk. Já, það er náttúrulega gerðar einhverjar kröfur. En eins og ég allavega skildi að ég las þessu gögn þá kannski höfum við ekkert mikið það að segja hvernig það er. Og með hlutverk og mat á hæfni eins og kemur þarna bara fram í 4. grein að já. Þannig að það er bara Bjarki. Já, takk fyrir því. Ég þarna, en við eigum að tilnefna einhvern í valnefnd sem að velur svo í þetta umdæmisráð, er það ekki rétt skilið hjá mér? Jú. Og það sem ég velti fyrir mér, er það sveitarfélagið eða er það félagsþjónustusvæðið eða hvað er? Anton Kári. Við skiljum þannig að við félagsþjónustusvæðið okkar félagsþjónusta tilnefni í þessu valnefnd. Eða landsvæði. Lilja Björns. Já, ég ætla bara að byrja að klára að svara spurningum minn síðan áðan hvað þetta eru okkar félagsmönnum, það kom ekki svar við því. Og annars ég skildi þetta reyndir einmitt að væri á okkar starfsvæði, það sé að suðursvæðinu, þannig að það væri þá 3 félagsþjónustu sem kæmi að því, ekki bara okkar félagsþjónustu, heldur á starfsvæði SAS, þannig að ég myndi nú leggja til að við myndum allavega reyna að koma okkar formanni sem verður formaður okkar félagssamlega stað. Ég tek bara undir það að koma okkar fólki að. Varðandi okkar félagsmálanefnd þá er hún starfandi fram að áramót. Ég er með óbreyttu sniði. Og hvað tekur þá við? Þá tekur við þetta skip. Eins og kemur fram þarna 1. janúar 2023. Bjarki. Nei, Lilja. Ekki bara það við hljóttum að þurfa að fjalla áfram einhver mál eða hvað? Já, sem er ekki úrskurðarmál. Þannig að það sem ég velta fyrir mér, hvað er þau mál? Hver mun fjalla þau? Það er bara í þeim farvegi sem það hefur verið. Það er ekki rétt hjá mér Anton Kári. Jú, eða náttúrulega okkar félagsmálanefnd í núverandi mynd leggst af og þetta umdæmisráð tekur til, en eins og Lilja segir, það er náttúrulega bara brota málum sem eru til umfjöllunar sem er vísað í úrskurð. Þannig að væntanlega þurfum við, ég veit ekki svo sem hvernig, þetta er eitthvað sem þetta væntanlega fara ekki inn á stjórn félagsþjónustunnar, hvernig við sjáum það fyrir okkur að við hamturum á þessu mál. Hvort að við verðum áfram með einhverja félagsmálanefnd starfandi sem tekur á þessum málum sem ekki, eða sem ákveður þá hvaða mál fara í úrskurð, eða hvort að það er bara félagsmálastjóri. Ég svo sem bara, já, ég veit það ekki nákvæmlega. Já, takk fyrir út í þetta. Ég velti fyrir mér, er það ekki rétt skilja að þetta er umdæmisráð tekur á barnaverndarmálum? Þetta er ekki félagsmála sértækur stuðningur og fjölskyldur og annað sem að nefndin hefur líka haft, þannig að það hlýtur að vera að við þurfum að halda áfram með einhvers konar nefnd í þessu þó að ég ætla ekki að ákveða það einn og sér, en þarna ég held að það hefði verið rosalega gott og væri gott að við myndum fá félagsmálastjóra á fund til að skýra þessi mál svolítið betur. Við burt sér frá því hvernig við afgreiðum þetta erindi bara upp á framtíðina fyrir okkur að gera. Þetta væri mjög gott að
fá spjall við hana og ég er alveg viss hún væri til í að koma og hitta okkur. Ég tek undir það með, þetta er náttúrulega mikla breytingar eins og segir þarna sem er að verða á þessu kerfi og ég held að það verður náttúrulega bara gott fyrir okkur að kynnast því betur og vita hvernig og út á hvað það gengur nákvæmlega. Lilja, gjörðu svo vel. Já, bara til að rifja upp þá var náttúrulega fyrir til að fráfarandi stjórnar fyrir svo skólaþjónustunni og stjórnin tæki þessi faglegu mál. Og það hefur svo mikið verið klárað algjörlega því að það náttúrulega eru stjórnarskipti og ég sé mikið ánægja að það er hér til síðar umræður núna samþykktirnar, þannig ég get ráð fyrir að stjórnin fara að funda núna í beinu framhald af því. Þannig að það kannski skýrst þetta þar. Takk fyrir. Fleiri sem að vilja taka til máls undir þessum lið. Já, er það bara Fyrirgeðu eitt en bara til svo ég sé alveg viss það við erum ekki að samþykkja erindisbréf eða samningi með þessu, við erum eingöngu að samþykkja þessa tillögu sem liggur hér fyrir þó það séu sem fylgiskjöl. Andokar. Við erum eingöngu að samþykkja að taka þátt í umdæmisráðum. Við erum ekki að samþykkja erindisbréf eða laun eða nokkuð annað slíkt. Við erum samþykkja að taka þátt. Þá er þarna bókun, sveitarstjórn samþykkir að standa að umdæmisráði barnaverndar með öðrum sveitarfélögum á landsbyggðinni líkt og lagt er til í erindinu. Sveitarstjóra ásamt félagsmálastjóra falið að koma fram fyrir hönd sveitarfélagsins við undirbúning og gerð samnings sem enn er ekki fullmótaður. Anton Kári. Mér langar kannski bara að bæta þarna við að við óskum eftir að fá hana Svövu á fund til okkar, þannig að það sé bara klart. Mér líst mjög vel á það líka. Þá göngum við til atkvæða varðandi þessa bókun þeir sem henni eru samþykkir. Eftir hönd, það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í annan lið og það eru samþykktir félags- og skólaþjónustu Rangárvalla og Vestur-Skaftafellssýslu BS seinni umræða. Eru einhverjir sem vilja taka til máls undir þessum lið? Bjarki? Já, takk. Sko, ég ætla ekki að vera langorður, mér langaði bara, er það ekki rétt skilja hjá mér að þú situr fyrir okkar hönd í stjórn þessum lögum? Er eitthvað í þessu sem er að breytast frá fyrri samþykktum, er einhver ágreiningsmál innan stjórnarinnar þessar samþykktir eða er þetta bara afgreiðsluatriði, bara straight forward? Ég held að hafi nú fráfarandi stjórn hafi bara unnið gott verk við að breyta þessu og sé okkur til hagsbóta. Þannig að ég hef allavega ekki haft neinar spurnir af því að það sé einhver ágreiningsmál hvað þetta var. Takk. Fleiri? Og þá bara leggjum við þetta fram til Lilja, gjörðu svo vel. Bara örst, það voru einhverja breytingar á milli umræðum. Ég er ekki kauðum í það? Nei, það er ekki. Þá er það samþykkir félags- og skólaþjónustu Rangárvalla og Vestur-Skaftafellssýslu BS samþykktir í seinni umræðunni. Þá greiðum við atkvæði að samþykkja þessar samþykktir. Þeir sem því eru fylgjandi eftir hönd. Það er samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin í þriðja lið. Það er ársþing Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga 27. og 28. október 2022.
Ársþing Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga verður haldið á Höfn í Hornafirði dagana 27. til 28. október. Næstkomandi Rangárþing eystra á 4 fulltrúa á þinginu, kjörgengi og á aðalfundina eru kjörgengir fyrir því aðalfundina eru framkvæmdastjórar sveitarfélaga, sveitarstjórnarmenn og varamenn þeirra. Einhver sem vilja tjá sig undir þessum lið? Við þurfum ekki rétt að tilnefna þarna. Tilnefna 4? Akkúrat. 4 fulltrúa. Við settum það inn í bókum bara þeir sem voru tilnefndir á aukaaðalfundinn, bara eins, en þetta er bara, það er þá kannski minnihlutans að ákveða hverju vilja tilnefna. Þeir eru sett á okkur. Já, þetta eru bara þeir sömu og voru síðast aukaaðalfundur. Vilja gjör svo vel. Ekki öllum aðalmönnum frjálst að fara og það þarf að skrá þá líka þarna, það er ekki fylgt með það. Hvernig var með, fyrir ekki að spila áfram, hvernig var með varamenn Anton Kári? Þú kannaði það fyrir, var það ekki aukaaðalfundinn? Voru þeir jafn kjörgengir að fá koma sem viðbótarmenn varamenn í sveitarstjórn? Það er bara allir aðalmenn og varamenn geta boðað komið síðan mætti til. Ekki sem aðrir fulltrúar. Nei, var það þannig? Já. Já, að fá ekki, en þeir með að koma á þingið en ekki sem aðrir fulltrúar. Já. Já, ég veist það það. Já. Já, það er það. Það er það. Akkurat. Þá er það tillagan, ef ekki að lesa þetta upp nöfnin. Já. Tillaga að aðalmenn ársþings verði Tómas Birgir Magnússon, Árný Hrund Svavarsdóttir, Lilja Einarsdóttir, Rafn Bergsson, til varaverði Sigríður Karolína Viðarsdóttir, Elvar Eyvindsson, Bjarki Oddsson og Guðrý Hallstad Ólafsson. Aðrir fulltrúar Sigríður Karolína Viðarsdóttir, Bjarki Oddsson. Anton Kári Halldórsson mun einnig taka sæti á fundinu sem stjórnarmaður í Sorpstöðvar Suðurlands. Það var bara greiðið atkvæði þetta, þeir sem samþykkja þessa tillögu eftir þannig. Það er samþykkt samhljóða. Komin í 4. lið fundarins og það er umsókn rými kaupfélagsstarfsins til leigu til sprotastarfsemi. Og lagt fram bréf Guðna Ragnarssonar, Ellerts Geirs Ingasonar, Ágúst Leó Sigurðssonar og Úlfars Þórs Gunnarssonar fyrir hönd undirbúningsnefndar flugfélagsins þar sem óskað er eftir að fá húsnæði sveitarfélagsins þar sem kaupfélagssafnið er til húsa til leigu. Einhverju sem að vilja tjá sig varðandi þetta? Anton Kári? Já, bara takk fyrir þið, byrja að þakka þeim bara fyrir erindi. Ég held að það sé náttúrulega ljóst, við erum ekki búin að taka ákvörðun þetta húsnæði, sem sagt, og þá er ég kannski að tala húsnæði í heild, ekki bara kaupfélagssafnið, heldur er náttúrulega þarna líka hýst Njálusýningin og veitingastaður í dag. Þannig að, já, ég held að við getum í rauninni ekki samþykkt neitt það að afhenda húsnæði. Það sem við þurfum hins vegar að gera og þurfum að gera á fleiri stöðum að mínu mati er að við þurfum að fara í gegnum eignasafnið okkar og athuga hvar við getum losað og hvaða húsnæði er okkur nauðsynlegt. Hvað var að kaupfélagssafnið per se, að þá er það líka mín skoðun að í núverandi mynd að þá nýtist það í niðurengum.
og ég sé svo sem ekki fram á að með aukinni markaðssetningu muni það verða mikið aðdráttarafl. Þannig að ég held að við ættum svona núna á næstunni að skoða með framtíð þess hvað við getum gert. Af því að sagan er merkileg og við viljum gjarnan halda henni í heiðri. En hvort að kaupfélagssafnið ætti möguleika á því að fá eina deilda á skógasafni eða eitthvað slíkt þar sem það nýtist og þar sem að fólk segja það. En já, gott í byrjun. Bjarki. Já, takk fyrir þetta. Sko, það er svo sem bara sama á Kári var að segja. Við fengum náttúrulega óskum útleigu á sama húsnæði eða öðru rými í sama húsnæði á 299. fundi. Þar sem við ákváðum að sveitarstjóri myndi í rauninni kanna með nýtingarmöguleika á húsinu hvað við ætluðum okkur og það átti svo sem að leggja fyrir þennan fund niðurstöðun á því. Þannig ég held að það sé erfitt að taka ákvörðun útleigu á þessu húsnæði, sko öðrum hluta þessu húsnæði þegar sú niðurstaða liggur fyrir og ég held að það sé alveg rétt og aðeins með kaupfélagssafnið og ég sammála Kára, þetta er merkileg saga og tengist okkur þorpsbúum eða þorpsbúum, bara öllum í sveitarfélaginu, töluverðum böndum og ég held að áður en að við lokuðum þessu, ef við fyndum þess ekki annan stað, þá ættum við að opna þetta og auglýsa, þannig að fólk hefði allavega möguleika á að skoða þetta áður en að við myndum taka þessu niður, ef það verður niðurstaðan, sko. En kannski að ég fá þá að spyrja sko, hvaða hugmyndir hafa verið eða þá fráfarandi sveitarstjórn varðandi nýtingu og notkun eða þú veist hefur eitthvað verið gert í þessu undanförnum árum með kaupfélagssafnið? Hver er staðan? Lilja. Afsakið, oddviti að spyrja mig stefnu fráfarandi sveitarstjórnar sem þessa? Nei, bara, þú veist, mér langaði bara til að vita, er eitthvað, þú veist, já, hvaða hugmyndir voru í gangi það? Áttu þá við varðandi kaupfélagssafnið? Já, eða þú veist, var eitthvað stefnumótun eða annað sem að var varðandi safnið? Ég get svo sem kannski ekki svarað með kaupfélagssafnið per se, en fyrst að ég er spurð að þá hef ég sömu sögur svo sem stráknar að segja á kaupfélagssafninu. Þéttbýlið Hvolsvöllur byggist upp í kringum kaupfélag. Þannig að vissulega er sagan þorpinu merkileg. Og það er sárt kannski að pakka því niður án þess að fá því annan stað. Þetta hefur vissulega ekki verið nægilega nýtt. En það var ákveðið af fráfarandi sveitarstjórn sem að þeir sem sitja hérna við þekkja líka að sögusetrinu yrði lokað í þeirri mynd sem það er núna þar sem búið væri að finna framtíðar stað fyrir Njálurefilinn sem hefur reyndar gengið hægar en honum stóðu til og að Njálurefillinn væri í rauninni aðalsafngripurinn og sýningarmyndin fyrir okkur, þar af leiðandi minnkaði auðvitað aðsókn af kaupfélagssafninu samhliða því þegar ekki var þarna opnun að ræða. Þannig að þetta er kannski síðastliðin 2 ár í COVID sem þetta hefur verið með þessum hætti. En það var vissulega ákveðið ætti að taka ákvörðun þetta eins og það talaði hérna á þessum 298. fundi þeirra var óskaðum leigu og núverandi leigutaka var boðið að koma á 299. fundi til þess að kynna sínar hugmyndir. Hann kom, ég var því miður ekki á þeim fundi en ég svara fyrir því sem þar fór fram. En fyrir þessum fundi átti að liggja tillögur sem eru reyndar ekki, þannig að svona hef ég nú, þetta er mín saga, en áður en COVID kom til, þá tókum við stundum á móti gestum þarna, bæði sögusetrinu og kaupfélagssafninu og gestum þótti mjög gaman að koma. Þannig að, já. Svona fljótt upp gripið, annars að það er búin að undirbúa mig. Já, bara takk fyrir þetta. Þetta er bara það sem mér langaði að heyra og já, fleiri sem að vilja Takk. Já, ég
rætt þessi mál með bæði sögusetur og kaupfélagssátt þarna áður og ég held svo sem að eins og kannski Lilja kom inn á að þetta fór þetta svolítið í allt saman í bið, bæði Njálusýningin og kaupfélagssáttinn að finna út hvert bréfið sem færi. Nú það búið og svo gerðu samningur við Úlfar Þór og átti svo að taka stöðuna, þannig að nú erum við kannski komin á þann punkt. Nú held ég að við séum komin á þann punkt að við þurfum að fara að taka ákvarðanir. Ég alveg sammála því, mér finnst kaupfélagssáttinn að mörgu leyti merkilegt og gaman. Ég hins vegar fer aldrei þangað, það orðin ansi mörg ár síðan. Og ég held að þetta engum til framdráttar að hafa eins og þetta og í rauninni bara, getum við sagt, eyðsla á peningum. Eða það að segja að vera að láta standa þarna, engin notkun, húsnæði teflt. Þannig ég þurfum að fara svolítið bara í og áður en við tökum afstöðu til einhverjar leigu, þá þurfum við líka bara að gera, fyrst mér sveitarstjórn að gera upp við sig. Hvað við sjáum fyrir okkur með húseignina í heild. Ætlum við að eiga þetta til framtíðar. Eins finnst mér ef við tökum þá ákvörðun að taka kaupfélagssáttinn og ég ekkert að segja hvort við höfum að gera það eða ekki, við þurfum að finna einhvern farveg. Þá það mín skoðun að svona eignir, ef það eiga að fara á leigu, þá eigum við að auglýsa það til leigu. Því að það öndunarhúsnæði og mér finnst erfitt að ákveða að ráðstafa það svona. Takk fyrir. Já, takk fyrir. Ég tek undir með Rafni, þá það að gera öllum jafnt undir höfði og þar leðandi vil ég gera tillögu minni að við bjóðum forsvarsmönnum þessa bruggfélags að koma og kynna sínu hugmyndir fyrir okkur, rétt eins og við gerum við þann sem óskaði eftir leigu þarna hjá okkur í sumar. Þannig að á næsta fundum þeir bara koma og kynna sínu hugmyndir. Ég bara... Já, mér líst reyndar mjög vel á þá tillögu að fá að heyra beint frá þeim hvað þeir eru að hugsa. Og ég held bara taki undir flest sem komið fram. Við erum ennþá með gildandi samning í sögusetrinu veitingarekstur og í rauninni það hefur lítið gerst. Við höfum í rauninni bara ekki náð saman. Ég hef ekki náð viðkomandi á fund. Við áttum síðast tíma í gær klukkan 3 en það gekk ekki upp. Þannig að samningurinn ennþá en við þurfum þetta náttúrulega hangir allt saman í heild líka eins og við höfum verið að ræða. Varðandi kaupfélagssáttinn þá er ég líka búinn að reyna að leita einhverja gagna og afla upplýsingar frá þessum komu að í upphafi, semst að stofnun kaupfélagssáttins. Við vorum að velta fyrir okkur hvort það væru skuldbundin eitthvað, hvort það væru einhverjir samningar eða annað slíkt. Og í fljótu máli þá bara finnast engin gögn varðandi það, nema þá munnlegar heimildir og svo virðist sem að við séum ekki bundin neinu varðandi það. En það samt fólk að sem veit svona forsöguna kannski betur en við og þegar þetta fer af stað. En þetta eitthvað sem við einmitt ákveðum ekki bara á einum fundi að skella lásu að baka öll í kassu og henda út. Þetta bara svolítið stórt mál en ég held við þurfum, tekum undir með Rafni, við þurfum að fara að gera það. Af því að þetta engum boðlegt eins og þetta nú. Takk. Já, ég bara sammálaði Kári, þetta náttúrulega löngu fyrir okkar tíð. Við veitum ekki hvenær kaupfélagið var lagt niður, en ég veit þó allavega það að starfsmannafélag kaupfélags Rangtækja á sínum tíma seldi alla sínar eignir, átti meðal annars sumarhús og eitthvað fleira og lagði þá fjárhættu í að koma þessu safni á kortið. Þannig að þetta auðvitað tilfinningamál fyrir einhverja og kannski bara mjög marga, það var langstæðasti vinnustæður hér á þeim tíma. Ég held að sé mjög gott einhver gögn að finnast og það er kannski óþarft að taka nöfn fram hér á þessum fundi en það eru aðilar sem ég þekki til sem ég veit að voru báru hitt á fundaðar svo sem tíma. Ég ætla bara að vera sammála þeim sem hér hafa tekið til máls. Þetta merkileg saga og annað og líka þetta kannski einhverjum til gagns eins og þetta núna. Nei, það sé bara mikilvægt að við finnum þessu safni, kaupfélagssafninu, farveg og síðan þurfum við að taka ákvörðun með fasteignina, hvernig við ætlum að nýta hana eða hvað við ætlum að gera það. Einhverju fleiri sem vilja tjá sig undir þessum lið? Nei, þá ætti ég að renna í þessu bókun eins og hún stendur þarna
Sveitarstjórn þakkar fyrir erindið. Ljóst að finna þar kaupfélagasafninu og Hvolsvelli nýjan farveg til framtíðar. Sveitarstjóra falið að kanna möguleika og leggja fram minnisblað til sveitarstjórnar í kjölfarið. Sveitarstjórn fagnar öllum hugmyndum sem varða sprotastarfsemi og nýsköpun en getur ekki orðið við beiðni tiltekið húsnæði að svo stöddu. Ef ég má bara koma með tillögu að við bætum við þessa bókun og bjóðum þau þá bara að koma til fundar við okkur á næsta fundi og kynna fyrir okkur þessar hugmyndir og hvort sem að yrði í þessu húsnæði eða einhverju öðru, þá er mjög spennandi og þessar hugmyndir í rauninni mjög spennandi. Þannig ég held að við ættum að bjóða þá velkomna á fund til okkar. Svo reyndi það. Til að við greiðum atkvæði þessa bókun sem samþykkja hana rétt við hönd. Hún samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 5. lið og það SAS. Nefndarstörf fyrir ársþing SAS 27. til 28. október 2022. Fyrir liggur bréf SAS þar sem óskað eftir tilnefningu kjörinna fulltrúa til starfa í málþingsnefndum vegna ársþings SAS 2022. Lilja Gjörsson. Já, takk fyrir. Oddviti og aðrir fundamenn, ég sé að þarna hefur verið bætt við gögnum og texta frá því að ég las fundagögnin. Af því að þegar þetta kom fyrir okkur þá stóð bara þarna nefndarstörf fyrir ársþing SAS 2027-8 og nefndir á þingi eins og þetta væri kynningarliður. Nú er búið að leggja það með texta að við erum að skipa í nefndir og tilnefna kjörna fulltrúa. Við erum bara ekki búin að undirbúa okkur fyrir það. Þannig að, já. Anton Kári. Herru, ég sá það bara líka að það vantaði, við getum í rauninni varpað upp erindi frá SAS. Þetta eru þessar milliþingsnefndir sem var gert tilraun með, var ekki fyrst, bara núna síðast, sem voru starfandi og það voru hópstjórar frá SAS og fólk hittist á fjarfundum til þess að undirbúa í rauninni fundinn og þá tillögur fundarins. Samkvæmt í rauninni erindi Bjarna og ég talaði líka við Bjarni gera því að mér fannst það aðeins óskýrt hvort þetta væri bara fulltrúar sem væru tilnefndir fyrir okkur á fundinn sem ættu taka þátt í nefndunum eða hvort það væru allir. Og í rauninni þetta bara það eru allir sveitarstjórnarmenn í rauninni mega að velja sér flokk eða velja sér nefnd til þess að starfa í. Og svo það í rauninni fólk á vegum SAS sem hefur formennsku í nefndunum og boðað það til fundar. Og það var svona, mér fannst þetta samt eins og síðast ég var held í skipulags- og umhverfisnefnd og þetta virkaði á ákveðnu leyti en þetta voru ekki góðar heimtur á fólki, ég veit ekki hver ykkar upplifun var. Þetta var svolítið svona, það voru held í 20 í minni nefnd, 20 sveitarstjórnarmenn og við vorum yfirleitt 4-5 á fundum. En þannig að þetta er í rauninni bara opið fyrir alla kjörna fulltrúa ef þeir vilja taka þátt í þessum nefndarstörfum fyrir SAS-þingið. Og í erindinu þarna sem sagt kemur fram hvaða nefndir þetta og helstu umræðupunktar. Ekki fram fyrir að tíma. Þarf að vera búið að samþykkja. Það kemur í rauninni fyrirgefðu það kemur bara fram í erindinu hans Bjarna hérna vinsamlegast takið til afgreiðslu á næsta fundi sveitarstjórnar. Já.
Rafn, gjörðu svo vel. Svona bara dettur í huga því eins og Lilja kom að áðan, þá áttuðu við okkur ekki á að við verðum að fara að skipta í þessu nefndir þessu fundi. Er þetta ekki eitthvað sem við getum bara afgreitt í tölvuposti? Sett hérna og svo sendt inn annarkvort gefið fresti morguns eða mánudags. Þurfum við endilega að afgreiða þetta núna? Halldór Kári. Ég bara tek heilsóður undir það ég rappa, bara skoðum skjalið og látum vita í hvaða nefndir vilja starfa. Það er ekki nauðsynlegt að skipa í allar nefndir, það er bara ef þið viljið taka þátt, látum vita í hvaða nefndir vilja starfa og þá sendum við bara einn skráningu. Það þarf ekki að vera staðfest í sveitarstjórn. Bjarki. Það er bara meina spurningu, sko, varðandi þessi nefndir, eigum við einn fulltrúi í hverri nefnd eða megum við bara ráða fulltrúafjöldanum, þurfum við að samræma okkur á milli, skilurðu? Halldór Kári. Ég held að væri reyndar mjög gott ef að sveitarstjórn, við myndum sammælast fattið þannig að við eigum fulltrúi í hverri nefnd, þannig að þá eigum við meiri möguleika að koma okkar áherslum inn, sko. Þannig að þetta er kannski eitthvað sem, já, ég skal taka mér að senda út post á eftir og þá getum við sammælst hverjir hafa huga og bara púslum þessu saman. Af því að, jú, það megi alveg vera 2 fulltrúar frá okkur í einhverri nefnd, en ég held að það nýtist betur. Já, þá hefum við ekki að breyta þessari bókun þá. Já, getur þetta ekki verið sveitarstjóra falið að senda einn tilkynningu fulltrúa þegar þeir liggja fyrir eitthvað svoleiðis? Já. Og þátttöku þeirra í nefndum þegar þetta liggur fyrir. Lilja. Já, náttúrulega. Eins og við ræddum á síðasta fundi að við reyngjum að Bjarni sendir þarna 23. ágúst eitthvað, það er rosa flott að fá bara hint. Þannig að við getum bara hugsað okkur Halldór Kári. Þetta ítrekkur þetta bara alfarið á mig af því að þegar ég var að renna yfir gögnin í gær þá sá ég að það vantaði póstinn frá Bjarna, þannig að ég biðst bara afsökunar á því. Sem að samþykkja þessa bókun, rétt utan, er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 6. lið og það er framkvæmdaleyfi. Endurnýjun á framkvæmdaleyfi vegna jarðvinnu við gerð bílastæðis og uppsetningu hraðhleðslustöðva fyrir bíla á brúnum 1. Halldór Kári, er það ekki bara verið að endurnýja þarna framkvæmdaleyfi? Gjörðu svo vel. Jú, það er rétt. Framkvæmdaleyfi veittum við fyrir þó nokkuð síðan og það var bara runnið úr gildi. Ég kannski meina til að þetta ættum við að fá skipulags- og byggingarfulltrúa inn á fund til þess að fjalla þetta og svo bara 2 fundargerðir skipulags- og umhverfisnefndar. Taka þær, gera breytingar á dagskrá, taka þær núna. Sem að samþykkja það. Já, það er samþykkt. Það er þá bara Úlfar velkomin hérna til okkar og kannski aðeins fara yfir þetta þarna varðandi brúnir 1. Þetta snýst. Já, þetta er framkvæmdaleyfi sem við veittum fyrir ríflega ári síðan. Við erum að framkvæmda við bílastæði og jarðvinnu við fyrirhugað þjónustuhús þegar mótin að Landeyjahafnarvegi. Það er gildi deiliskipulag með byggingarheimildum fyrir þetta þjónustuhús. Framkvæmdir hafa ekki farið af stað fyrr en núna. Þá komur í ljós að framkvæmdir verið að runna út tíma. Fyrir ár síðan, meira en ár síðan að leyfa veitt, þannig að við endum að sé allt eftir. Ég har spurningar varðandi þetta.
þetta sem þetta fara af stað núna? Og búið að sækja byggingarleyfi fyrir húsinu líka, þannig að Ok, flott. það er alltaf að stað. Fleiri sem vilja tjá sig undir þessum lið? Anton, hvað? Já, kannski bara ánægilegt að þetta er að fara af stað. Þetta er búið að vera hérna lengi í meðförum og lengi í fæðingu, þannig að ég bara lýsi yfir ánægð. Það verður spennandi að sjá hérna þegar þetta er komið í funksjón. Þá er það bókun sveitarstjórn samþykkir framkvæmdaleyfi á brúnum 1 vegna jarðvinnu við gerð bílastæðis og uppsetningu hraðhleðslustöðva fyrir bíl. Þeir sem eru þessu samþykkir réttið þann. Það er samþykkt samhljóða. Þá förum við í 12. lið. Skipulags- og umhverfisnefnd. Bara aðeins yfir þetta með okkur. Þessa tökum við bara hvern lið fyrir sig. Já, fyrsti liður er hvað er þetta með Hlíðaveg, þá hefur við komið athugasemdir á aðrum vegna þess hversu vantar upp á sýnileika þessar nýju hraðingar með Hlíðaveg. Það sem má taka undir það. Það eru skilti við þær, það er lýsing, en það mættu vera svona meira sýnilega, það er að segja yfirborðið á þetta. Það er svona meira ábyrgandi þá, ábyrgandi lit eða á. Það væri tæki fyrir eftir því. En það er búið að hafa sambandi við Vegagerðina og þeir ætla að bregðast við með því að mála yfir þær, að ræða svona lit sem að spilur þetta máling. Það er þetta. Þá er það bara sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar. Sem að samþykkja það. Það er samþykkt samhliða. Þá er það 12. Já, það er umsögn varðandi framkvæmdaleyfi Þorvaldseyri. Þetta er í raun og veru það er óskað eftir framkvæmdaleyfi fyrir göngustíg að fyrir útsýnissvæði sunnan við veginn að Þorvaldseyri. Það er sem sunnan við þjóðveginn og við afleggjarna Þorvaldseyri. Það er eiginlega útsýnisstaður á þessa sýn bæjarstæði Þorvaldseyri og Eyjafirði. Gríðarlega mikið af ferðamenn sem að stoppa þarna. Það er svona verið að reyna að koma þeim af veginum, gera svona umhverfið þannig að það sé bæði mikið slysahætta en aðlaðandi þá fyrir ferðamenn. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði þetta þannig að framkvæmdin þyrfti grenndarkynna og það er þá grenndarkynna fyrir einum aðila, það er að segja ábúandi sem eru þarna næstir framkvæmdasvæðum. Staðfestingar. Það er staðfest samhljóða á 3. Þetta var umhverfisfélag Rangæng Sestra, skipulags- og umhverfisnefnd bókaði þannig að þeir samþykktu alla velum hafa öllum flokkum. Ekki meira það að segja. Sem að samþykkja í bönd, það er samþykkt samhljóða. Orðamál 12, það er varðandi breytta skráningu á landeignum. Þar erum við að fjalla breytingu á lóðamörkum á hluta lóða í Hallgerðardal
nýjar götur allir. Hoppuðu þið ekki Já, yfir? og með 12.4. Já, Hittar eftir Já. skoðum og byrja. akkurat 12.4, það er það er aðalskipulag heildarendurskoðun aðalskipulagsráðuneytis eystra. Við vorum að fjalla skráningu vega í náttúru Íslands og þar við vorum að samþykkja skrána eins og hún leit þarna. Ég vil taka fram að hún kom aftur fyrir skipulags umhverfisnefnd því að það voru þarna breytingar sem það þurfti að gera. Þannig að já, það er þá væntanlega á næstu. Það samþykktu við hana þarna til umsagnar. Já, við erum að gera það umhverfisnefnd. Búinn að fara, er hann kominn til Vegagerðar og Umhverfisstofnunar? Hún var eftir að fara þá aftur fyrir, hún var tekin upp á síðasta skipulags. Já. Silja. Þess kom hún aftur fyrir skipulagsnefnd áður en hún var send til umsagnar. Hún er ekki tekin aftur út af umsögn. Nei, það þurfti að gera breytingar þarna. Já. Fyrir það. Nei. Þá bara, já, verði þetta til samþykktar. Þá erum við í 12.15. Það árið 12. Þeir varðar breytingu á lóðamörkum á okkur lóður Hallgerðar. Þetta varðar þær lóðir sem eru syðst í hverfi, það er að segja sem snúa eru með bakið að Hallgerðar. Að Króknum. Það komu athugasemdir hjá lóðarhöfum varðandi innkeyslurnar að byggingareitunum. Það væru stuttar með stærri lóða og svona eftir yfirferð þá gátum við tekið undir það og ákváðum að leggja það til að breyta þá í raun og veru lóðunum þannig að innkeyslurnar eru stækkaðar 5 metrar í 7 metra og 2 metra þannig að þá færðist byggingareiturinn 2 metri suður og þá erum við í raun og leggja til að stækka lóðurnar þessa 2 metra til suðurs og innan hana græna fláka sem er á milli Króktúns og Hallgerðars. Þá minnkar hann í raun og veru úr rétt tæpum 40 metrum í þá cirka 38. Já, bara spyrja hans frekar út í þetta. Eru innkeyslurnar styttri heldur meira almennt í hverfinu, gömlu hverfunum miðað við bara þarna megin gömlu? Já, í raun og veru sko. Þær eru 5 metra innkeysla en mjög stutt innkeysla. Og svona já, bílar sem eru til dæmis bara stærri jeppar eru 5 metrar, þannig að þá reynir þeir skaf út í götu eða skaf út á göngustíðana. Það er óheppilegt. Það er nóg pláss og Ekki það ég sé setjum eitthvað forvitni sko, hvernig þetta allir eins og í Króktunni og Norðurgarði og þeir þarna mældu þau? Það er svo að það eru langar innkeyslur. Það eru mislangar sko. Allt frá því að vera raun og veru 10 metrar í að vera 5 metrar. Já, þarna megin samþykkt. Já, sem bara raun og veru í þorpins. Já, ég skil. En það er náttúrulega misjafnt. Norðan megin, þetta er raun og veru snýst það að sunnan megin byggingareituna ef við erum að reyna að nýta þá, af því það er sólarmegin, þá erum við að reyna að hafa garðið sér stæðstan. Og ef við skoðum til dæmis norðan megin Hallgerðartúnið þá eru innkeyslurnar 7 metrar, því þá erum við að koma byggingareitunum eins norðarlega lóðum eins og hægt er. Já, eins og í hverfunum, í gamla hverfi manns þá komi ábendingar frá, hérna fyrir ekki ég spyr aftur því það diskutera saman hlutin. Komi ábendingar frá byggingaraðilum þarna sunnan megin. Já. Hverjir eru búnir að byggja? Það eru farin af stað 3 hús. 3 hús, já. Þeir hafa átt að sjá þessu sem voru að byggja og bent á það. Já. Anton Grani, fyrir Bjarki, þú ert svona fyrir málum. Já, takk fyrir það. Ég
ég bara velti fyrir mér hvaða fordæmi við erum að setja með því að víkja frá þessu. Mun þetta heimila þá öllum sem að eiga þarna í rauninni lóða grænu svæði að fara fram á breytingu og klippa það af grænu svæðunum. Ég bara út af því að ég var ekki á þessum fundi skipulags- og umhverfisnefndar, þannig ég veit ekki alveg hvað umræða hefur átt sér stað, en ég bara velti fyrir mér fordæminu sem við setjum með því að víkja frá. Nú er búið að auglýsa þessar lóðir með þessum forsendum og þetta, ég meina, getur orðið bara forsendubreiting fyrir þá sem að eiga lóðir hinum megin, til dæmis, að þeir sóttu ekki þarna hugsanlega út af þessu. Hvaða fordæmi, geta núna allir komið og óskað eftir stækkun og lóð inn á hvert svæði í sveitarfélagi? Og ég svarar. Anton Kári. Ég ætla ekki að spyrja þetta, ég get alveg tekið kannski að svar. Ég ekki hræddur við fordæmi þarna, þannig erum við náttúrulega með nýtt hverfi sem í byggingu og mér finnst þetta sniðug breyting og þetta náttúrulega eitthvað sem við hefðum átt að reka augun í bara á vinnslustigi skipulagsins. Sem sagt, af því að ég fór nú bara í ganni hérna að mæla með innkeyrslu í Króktúni og fleiri stöðum að þá þetta er náttúrulega rosalega misjafnt eftir í bara hvar bílskúrinn er staðsettur. En kannski lykilatriðið þarna líka það sko að við erum með bindandi byggingarlínu. Þið sjáðu að línan þarna á lóðunum hún er heil, þannig að húsin eiga öll að koma í sömu röð. Það er ekki bindandi byggingarlína fyrir norðan, þar getur fólk fært húsin sín bara alveg eins og vill svo lengi sem það er innan byggingarreits. En þegar það er bindandi byggingarlína að þá þýðir það að stærsti flötur sem sagt húsins, hann þarf að vera í þessari línu, það er til þess að fá götumyndina beina. En auðvitað getur fólk svo stallað húsið sitt og verið með bílskúrinn innar, sem sagt það er ekki öll línan. Þannig ég svo sem ekki miklar áhyggjur af fordæmi, en þetta er eitthvað bara okkur góð punktur sem við þurfum þá að hugsa í framhaldinu. Eina sem ég ætla að spyrja Múli, erum við ekki þeir sem voru farnir af stað að byggja áður en við gerðum þessa breytingu, línan ennþá heil, bindandi byggingarlína? Sigríður Karolín. Já, ég bara akkurat var að velta því fyrir mér með byggingarlínuna, en Anton Kári svaraði spurningunni. Lilja. Já, þetta var hluti af því sem ég ætlaði að spyrja. Hvernig kemur þetta niður á þeim sem eru þegar byggðir? Eru þeir ekki búin að tapa af því að geta nýtt sér þetta? Nei. Þeir eru ekki búin að byggja þannig engist að þessu. Hvernig kemur þetta þá til? Það kemur athugasemd frá fyrsta aðila sem byrjar að byggja. Og hann að benda á og hann þá búinn, að gata nýtt sér, hleyptir honum innar áður þetta? Já, við hleyptum honum innar, en lóðin breytist ekki neitt. Og svo sko við getum bara að hafna þessu, en þá bara lóðin þá byggingarreiturinn komið bara sunnar, þá bara 2 metrar frá byggingarreit að lóðunum. Þetta snýst það að stækka lóðunum 2 metra eða bara hafa hann eins. Þetta breytir, sko, það alveg að hafna þessu, það breytir einhver fyrir þá sem eru byrjar að byggja, nema bara lóðin minnkar, eða það segja, hún minnkar ekki, en frá byggingarreit að lóðmörkum verða aðeins 2 metrar staðan fyrir 4. Það er að taka ákvörðun aukin gæði þeirra sem eiga sér lóð. Já. Það er bara þannig. Já. Og kannski koma til móts við ákveðið svona öryggi upp á að bílastæðin séu. Já. Þannig að þú búið að færa byggingarlínu? Það búið að fara, þetta snýst bara það að við færum lóðamörkin 2 metra eða ekki, það breytir sjálfur sér engu með 1 eða 1, sko, sem er byrjar. Það er enginn að gera ráð fyrir því að fá þetta, eins og 2 metra. Það snýst bara það, eins og ég segir, bara aukin gæði, stækka lóðina 2 metra. Og þessar aðeila sem eru búin að koma auðvitað á? Já, eins og þið sjáu þessi lóðaflöð, þá sko búið að stækka yngisluna niður upp í 7 metra, en annað hefur ekki breyst. Þannig að byggingarreiturinn hann minnkar á 2 metra. Já, byggingarreiturinn er minnkaður fór á. Hann er ekki færður á. Já. Bjarki. Ef maður spyrja
hann er minnkaður um 2 metra. Hefur það haft áhrif á þá sem er að byggja? Já, það er raun og veru einn maður. Sem er ekki bara í stað á það. Hann er það sko út fyrir byggingarinn. Hann er kominn Að hluta til. Já, hann er kominn út fyrir bygg. En eina lóða sko. Já, ég skil. En þú ætlar þá að stækka byggingarréttin samhliða þessu? Það er það sem við erum að tala um. Það er sko, þetta hefði horfst öðruvísi við, hefði verið lóð akkur tíminu við. Þannig að þetta er grænt svæði, þá er þetta möguleiki. Þegar við þurfum alltaf að uppfylla 4 metra fjarlægð frá lóðum. Já, takk fyrir því. Sko, það er það sem ég er að einmitt að benda á. Þetta náttúrulega gengur ekki upp annars. Það er ekki hægt að klippa af lóðum annarra, en þetta er grænt svæði og ég var að velta því fordæmi fyrir mér. Hvað getum við farið langt? Geta íbúar í Gilsbakka farið að kroppa inn í grænum svæðin þar eða Hólstúni í þessu samhengi og hvernig ætlum við að afgreiða það þegar við erum búin að afgreiða þetta? Getum við hafnað því þá? Erum við að opna fyrir núna að íbúar geti farið og gengið inn á grænum svæðin út af því að þeir langar í stærri lóðu eða sko, ég hef áhyggjur af fordæminu sem við erum að setja, en hef ekki nægilega þekkingu til þess að spyr ég. Þess að þeir eru bara alltaf ákvörðun sveitarstjórnar hversu langt menn vilja ganga í því að gefa fólki möguleika á því að þessu tilvíki að stækka lóðina sínar, það sem eru græn svæði. Við erum líka reyndar að fást við svipað dæmi akkúrat til í Króknum, þar sem að fólk hefur stækkað lóðina sínar án leyfis. Og svo nú að óska eftir því að fá í raun og veru það viðurkennt að lóðin stækki. Það er viðfangsefni sem við þurfum líka að fást við, þannig að þetta er í raun og veru bara ákvörðun að taka. Það er hægt að hafna þessu. Það eru fordæmi fyrir því að við höfum gefið heimild fyrir því að fólk fara út fyrir byggingarrétt. Það er að segja ef aðstæður eru svona eins og eru þannig. Það er svo sem er ekkert nýtt undir sólum. Af því að þú nefnir að þú var líka fyrir formlega beiðnir frá fólki að stækka lóði í efstu annars. Þannig að þetta er fordæmi. Það er alveg fordæmi sem ég skil. Já, ég vissi það að það lægi fyrir beiðnir að stækka. Hérna er ekki bara fólk áfram. Bara mér til forvitni, kannski ekki að glemma, spurði þetta skipulagsnefnd þetta líka, en hinn bílastæðin í hverfinu, er 7 metra standard eða voru þetta mistök eða skilur ég bara átta mig á? Já, ég held að það hafi verið mistök. Það eru 7 metrar þarna til dæmis norðan. Já. Og en hinn bakvið sem að snúa bakliðin í sögu? það er misjafnt. Það eru 6 metrar. Það svona sleppur vel. Það er alveg verið að fara milli við að hafa 6 metrar sko, en það kannski er svo seint núna allavega fyrir 3 aðilar sem er fattir af stað. Já, það var seint, já, þá var náttúrulega bundna byggingarlínan búin að færast. Það er bara horfið. Takk. Það eru líka minni lóðir. Ég fann það skráð. Þið ekki fengið allir? Veit það svo hvernig þarna með eitthvað spurning hvort að þú ert hæg til að fjalla það. Ég bara svo þetta allt í hug. Ég bara átta mig á því að Já. Hérna óskum eftir því að taka fundarhlé. Þú sé hvað? Við fara áfram. Já. Ég þakka bara Lilju fyrir góða ábendingu og bara mögulega er ég vanhægt í umræðu á þessu máli. Þá er það bara okkar að kjósa vanhæfi. Söndru. Þeir sem að kjósa með því að hún sé vanhæfi, svo er það rétt fyrir.
Þessu þá að fundi við afgreiðslu þessa mál. Einhverju sem vilja bæta einhverju við? Anton Kári? Mér langar kannski bara aðeins að spyrja þá sem sátu skipulags- og umhverfisnefndarfundinn hvernig umræðan var þar, var umræða um þetta þar? Já, hún var þá sem bara svipuðum nótum og hún er hér. En það var niðurstaða að verða við þessu. En eins og ég segi, það kom alveg fram þessi sjónarmið sem við erum að reifa hérna, það var ekki ólíkt. En eins og ég segi, niðurstaðan var að verða við þessu. Ekki svona nokkuð meginn, Múli? Ég sá þennan líka við þetta var Sigríður. Var það samþykkt samhljóða? Já. Anton Kári. Er ekki rétt munað hjá mér að þegar beiðnin kom við Króktún þá vísum við inn í frekari vinnu sem sagt að það myndi skoðast heildstætt gatan Króktún þar sem að einn var óskar til stækkun á lóð. Þannig að því var ekki, við höfnuðum því ekki þess að við vísum því áfram í vinnu. Ef það er ekki fleira sem að viljum ræða varðandi þetta, þá er bara Lilja. Þá erum við í raun að fjalla þetta á þeim nótum að þetta sé galli á núgildandi skipulagi eða sem gert ráð fyrir of litlum innköstum. En ekki, já, eða, ég spyr. Já, er ekki eins og Úlfar kom inn á, þetta snýst í rauninu er það ekki þessi, þú veist, það er hægt að breyta þessu innan núverandi lóðarmarka en þetta snýst það þá að rauninu auka þessi lífsgæði með því að færa línuna til að, já. Kannski bara ein ábending ef þetta verður samþykkt hvort við ættum þá ekki í rauninni að rýna skipulagið í heild sem sagt líka þá göturnar fyrir ofan varðandi lengt á hérna áður en að vera byggðar sko. Það er í raun og veru búið að gera það sko og við þurfum ekki þurfa meiri breytinga við. Já. Já, mér langar bara að leggja til að við frestum þessum ákveðna lið og fáum byggingarfulltrúa til einmitt að skoða þetta þá bara heildstætt. Að við séum ekki að taka ákvarðanir þessa lóð en ég ger það að tillögu mín að við frestum þessum lið og tryggjum okkur bæði gagnvart fordæmi og þá bara að það verði tekin heildstæð skoðun á skipulaginu heild. Anton Kári. Ég get svo sem alveg tekið undir þetta og vildi þá nýta við sko að við nýtum þá tækifæri af því að við erum með fyrirliggjandi beiðni varðandi Króktúnið að þessu steypt saman í rauninni sömu tillögu þannig að við sjáum líka okkur hvað erum að ganga á opna svæðið okkar. Af því að við viljum heldur ekki sko hvert og eitt dæmi verður náttúrulega að skoðast fyrir sig og það getur vel verið að í gömlu hverfunum okkar líka ættum við einmitt bara að rýna hafa íbúar vilja til þess að stækka sína lóðir þar sem það hentar af því að sko, ef við stækkum lóðir þá erum við líka að missa þær okkar þjónustus eða skiljið svæðin og það getur alveg verið til bóta líka. En við megum alls ekki náttúrulega ganga á opnu svæðin okkar þannig að þau nýtist. Þannig að ég styð það og ég myndi þá vilja líka að það Króktúnið stækkun lóða í Króktúni er líka skoðuð í samarönni. Þannig að við sjáum. Já. Ég undir þetta, mér finnst það mjög góð lendi í bili, ekki það að ég sé að gagnrýna ákvörðun skipulagsnefndar. Þau hafa haft sína umræðu og sín rök og við kannski bara horfum á þetta í stærra samhengi. Hafi ekki líka einhvern tíma komið til umræðu lóðir við Öndurbakka að stakka þær eitthvað út af einhverjum svona smá renningum og byggingum fyrir utan það. Það er bara, þessi bara gott tækifæri fyrir þess.
Kári? Það einmitt dæmi, það þarna við Öldubakkann, þú veist, sumstaðar þetta 4 metrar, annars staðar þetta 3 metrar og það erfitt fyrir okkur að sinna þessu og missa þetta í órækt, þannig að það getur vel verið að ef að íbúar hafa áhuga á því, en maður vill líka þá náttúrulega hafa það samræmt þegar maður vill ekki fá svona einhver leiðinda hotn og eitthvað svoleiðis. Þá hljómar bókunin þannig: sveitarstjórn frestar afgreiðslu málsins og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að taka saman minnisplan heildstæða stækkun lóða í Hallgerðartúni en einnig stækkun annarra lóða í Þorpi. Anton Karl. Ég held við ættum í rauninni bara að binda þessa bókum við Hallgerðartún og Króktún, svo hitt kannski bara annað, þú veist, það alveg bara stúdía út af fyrir sig að fara yfir öll skipulög eða svoleiðis. Ég myndi binda þetta við þessi 2 mál, Hallgerðartún og Króktún. Lilja. Nú bara að gera aðeins athugasemdir við fundarritum, það lítur dálítið út eins og ég hef bara byrjað á því að benda og að Sandra sig vanhæf. Ég áttaði mig sjálfsögðu ekki á því fyrir en að talsverðar umræður hefðu farið fram og í ljós kom hverjum voru húseigendur þarna. Já, bæta við eftir umræður á, Já, Já. eftir umræður, já. Málið. Þá ber ég þessa bókun upp til samþykktar, þeir sem samþykkja hana réttu hönd með samþykkt með 6 atkvæðum. Ekki þá, Sandra tekur aftur. Hvað er þetta? 1 og 16. Það var að 7. liður, fundargerð skipulags- og umhverfisnefndar, það er deiliskipulagið Hlíðarendagötu. Þar er fyrir landeigendur að vera óskað eftir því að deiliskipuleggja 26,5 metra svæði jarðarinnar Hlíðarendagötu fyrir að byggja við núverandi íbúðarhús, auk þess að koma til tveimur heilsárshúsum á sömu lóð. Settur eru byggingarreitir í kringum önnur hús á Bæjartorfunni til mögulegar stækkunar. Einnig verða afmörkuð svæði þar sem gert verður ráð fyrir 5 íbúðarhúsalóðum vestan við bæjarstæðið og einnig austan. Niðurstaða skipulags- og umhverfisnefndar var sú að samþykkja tillöguna og verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga. Hvað var þetta? Má ég kannski tekla fram líka að þetta er að koma í raun og veru aftur til okkar eftir breytingar. Það var eigendur ákveðið að breyta í raun og veru skilmálum og skipulagsins og afmörkun vegna athugasemda og eru þá í raun og veru að draga úr bæði byggingarmagni og umfangi. Lilja. Bara því að fundarritar að varpa þessu upp fyrir mig, aðeins bara sjá til betri. Anton Karl. Ég held ekki skipulagið sem kom fyrst til okkar með húsunum þannig alveg við Gluggafoss sem við gerðum athugasemdir á það. Þess var svæði þarna niður á líka sem það er dottið út. Lilja, svo vel. Hvað er þetta að breytast síðan við tókum þetta fyrir síðast? Það er svæði þarna niður við Þverá. Þar var gert ráð fyrir verslun og þjónustu. Fyrir neðan. Neðan, það er fallið út. Já. Og sjálfsögur öll verslun og þjónusta farið út. Þetta er raun og veru bara íbúðalóðir. Fleiri sem að þá gerum við þessa tillögu upp til samþykktar þeir sem samþykkja hana samhljóða. Þá er það 12:7
Þarna vorum við í framhaldi af umfjöllun umhverfisverðlaun sveitarfélagsins. Þá ákváðum við að gera drög að samþykkt umhverfisverðlaun og þetta bara það mál. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði málið þannig að Skipulagsumhverfisnefnd frestar afgreiðslu tillögu að samþykktum fyrir umhverfisverðlaun ranga gestra og fyrir nefndarmönnum að málið áfram samkvæmt. Akkúrat, já. Sem sagt, við erum í raun og veru bara að vinna að þessum drögum að samþykkt. Þeir koma bara þegar þeir eru tilbúin fyrir skipulagsumhverfisnefnd. Þessu bókunum til samþykktar sem hann samþykkja, hún samþykkt framlega Það er afgreiðslu. Það er bara eitthvað sem við ekki lagt fram í heilu lagi og samþykkt eða, já. Ekki bara að bera þá upp 12.8. Einhvers veginn takk til máls þarna, Bjarki. Já, þetta er ég er bara með spurningu það er ekki niðurstaða fundarins. Hvernig hefur þetta verið afgreitt? Er þetta lagt saman til kynningar fyrir skipulags- og umhverfisnefnd eða hvernig? Anton Kári. Þetta er afgreiðslufundir byggingarfulltrúa og byggingarfulltrúa hefur fullnaðar afgreiðslu í byggingamálum sem eru í samræmi við skipulag og þess vegna er þetta lagt fram til kynningar fyrir skipulagsnefndina og bara til kynningar fyrir okkur. Það er engin afgreiðslu að staðfesta þessum liðum. Þá 12.9. það er sama afgreiðslufundur lagt fram til kynningar. Vil ég þá fara yfir þessa fundi eða bara allir búin að kynna sér þetta? Þá 12.10. það er sama afgreiðslufundur byggingarfulltrúa. 12.11. afgreiðslufundur byggingarfulltrúa. 12.12. afgreiðslufundur byggingarfulltrúa. 12.13. afgreiðslufundur byggingarfulltrúa. 12.14. afgreiðslufundur byggingarfulltrúa. Mikið búið að afgreiða þarna. 12.15. afgreiðslufundur byggingarfulltrúa og 12.16. Þannig að þetta er bara þá allt fram í rauninni til kynningar. Þá erum við komin í 13. lið á dagskrá þessa sveitarstjórnarfundar og það er skipulags- og umhverfisnefnd. Fjórði fundur er það ekki rétt hjá mér. Og þá kannski fylgir þú þessu hlaði, Úlfar, hérna, Lilja, fyrirgeðu. Þetta verður ekki staðfesta fundargerðin heild sinni. Fyrir afgreiðslufundina. Já. Það fyrir skipulags. Já, fyrirgeðu. Ég er bara hérna, tómur rugli. Það er sem sagt, já, þessi sem við vorum að fjalla áðan, ekki rétt. Já, þá legg ég þá fundargerð fyrir til samþykktar og hún er samþykkt með öllum breyttum atkvæðum. Þá erum við komin í 13. lið og Úlfar, ef þú tekur boltann þar. Já, fyrsta mál á dagskrá var deiliskipulag miðbæjarins. Það kom upp hugmynd að rýna það fyrir deiliskipulag sem var samþykkt 2020 fyrir miðbæjarinn á Húsvelli. Skipulags- og umhverfisnefnd kom eftirfarandi bókun málið. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til smávægilegar breytingar á deiliskipulagi miðbæjar er varðar gönguleið frá Eldfjallasetrinu Lafa að Miðbæjartúninu, breytingar á byggingarrétti félagsins Kol, uppsetningar og styttri afrekssögu samt aðgengi að henni. Endurskoða bílastæði við Sóleyjargötu og gefa möguleika á verslun og þjónustu við Sóleyjargötu 2-8. Nefndin leggur einnig til að breyting á opnun verði skipulagssvæðisins kynnt áhugasömum aðilum til uppbyggingar. Lilja, gjörðu svo vel. Kannski bara, já, þetta veitur að varpa upp þessi upptækti,
fara yfir það áður. Er það endalegur uppdráttur? Já. Anton Kári. Takk, er ekki rétt skilum fyrir hjá mér, í rauninni það liggur ekki fyrir neinn tillaga, þetta var bara til umræðu og Já. nú mun þá í rauninni verða unnin þessi breyting, eða skilur tillaga henni, hún liggur ekki alveg fyrir þetta. Nei, það liggur ekki, í raun og veru, það er engin vinna að fara á Nei, stað, nei. þetta eru bara hugmyndir Já. og þetta er raun og umræður sem fóru fram í skipulags- og umhverfisnefnd mögulega breytingar og það er til uppfyllina hér. Vilja ég fari hann upp og sýna ykkur í raun og veru það sem að mér er að verða. Já, ég nefnilega áttar mig ekki á því með uppdráttinn hvað áttar þig, sko. Nei, bara verið mjög gott, takk fyrir. Þetta penna. Sko, fyrsta atriði var í raun og veru að stækka eða gera þessum göngustíg hér frá Lafa og í áttina miðbættunum hærri til höfði. Það er að segja breikkan þannig að þetta væri svona kannski svo breiðstræti, göngustígsbreiðstræti. Og þá myndi það vera til þess að þessi lóð hér myndi að sminka, hún er raun og veru, henni hefur ekki verið úthlutað þannig að það svo sem er þá bara eitthvað breyting, kannski 1 meter, skiljið, svo sem ekki mikið. Þá væri beint aðgengi frá Lafa hér að miðbættunum. Númer 2 var í raun og veru að taka þennan byggingarreit, fella hann út, þess að mögulega stækkuð í félagsheimili Kol. Það er búið að gera tillögu að því að afrekshugur verði staðsettur hér, þannig að þá yrði svona meira rými og yrði meira opnara svæði að styttunni. Þessi göngustígur kannski henni er eitthvað hnikað til, þannig að aðgengi að styttunni yrði svona smekklegra, eða smekklega. Númer 3 var þá, eða hluti af þessum tillögu skipulags- og umhverfisnefndar var að breyta þessum skilmálum og þessu íbúðarhúsi sem er í raun og skilgreint sem íbúðarhús í dag í blandaða notkun, verslun íbúðarhúsnæði og mögulega að endurskoðun á bílastæðum var í raun og umræðan var svo að gera kleift að hafa bílakjallara hérna undir þessum byggingum hér. Já, þetta er svona í grófum dráttum það sem var rætt. Taka til máls varandi þetta. Anton Kári. Nei, það var bara gaman að sjá einmitt að því að bara gera þessa vinnu og sjá hver hún skilar og koma þá með sem sagt vinna hana vel og við fáum hana til kynningar og getum virta fyrir okkur. En mér finnst vel á svo pælingar og ég held að sé að gera í skipulagsmálum hjá okkur yfir höfuð að vera duglega að rýna aftur í tímann þó svo eins og í þessum tilfelli við séum ekki að það er ekkert rosalega langt síðan þetta skipulag var samþykkt en samt sem áður það tók okkur alveg 3 ár í vinnslu skipulagið þannig að heildartíminn er alveg 5 ár og eins og við vitum að tímarnir breytast mjög fljótt og þannig að ég er ánægður með skipulagsnefnd og frumkvæðið einmitt að rýna það sem fyrir er. Fleiri, ef ekki að þá göngum bara til aftan þessa. Þá eftir að gera bókun ég er ákveð að gera það ekki. Varðandi raunveruleg þennan lið. Þetta má bara að mínum að þið vera bara þarna lagt fram til kynningar af því að það er engin, þetta er bara kynning á bókun skipulagsnefndar. Við erum ekki taka neina afturlöðu. Akkur. Ljómandi gott. Þá erum við hér í 13. Já, þetta er deiliskipulag Kórsvöllur Norðurbyggð. Þetta er íbúðabyggðir í Hallgerðartúni og Bergþórgerði. Þetta er saman með Eyði og málið sem vorum að fjalla með undan. Þar skipulags- og umhverfisnefnd rýna í raun og veru húsagerðir skipulagsins, það er að segja þá aðalega kannski Bergþórgerði, því að Hallgerðartún er nú að hluta til byggt og gatnagerð farin á stað öllu nema þá sem við köllum 3. áfanga sem er gatan þarna nyrst. Þá í raun og veru er það þá flekinn þarna vinstra megin sem er Bergþórgerði. Þetta er svolítið einsleitt, þetta er mikið einbýlishúsum og
og einhver 6 farms og hugmyndin var sú að reyna að fá skipulagsfræðing til þess að rýna þennan hluta skipulagsins með það fyrir augum að gefa möguleika á fjölbreyttari húsafriðun. Það er að segja þá fjölbýlishúsum, 2 hæðir, fjárhús. Einhver sem vill taka til máls undir þessum leið? Lilja, gjörðu svo vel. Bara kannski bara mun eftir því, ég lýst vel á það sko, bara mun eftir því þegar ég vinnu að við fengum minni álit varðandi að hafa opnað þessa leið þarna og það var talið nauðsynlegt að hafa hana opnað því það væri í rauninni fásinna að vísa umferð úr svona íbúðahverfi beint út á þjóðveg. Þannig að okkur var aðlátt af sérfræðingum þetta er að við opið að við setjum ekki þarna of mörg fjölbýli eða eitthvað slíkt þannig að verði mikil fjölgun á íbúðum með tilliti til umferðarþunga. Og að vissulega er ég sammálið svolítið einslegt en það verði tekið inn í heildarmyndina. Þeir sem að vilja tjá sig þetta. Og þá er bókun setjstjórn samþykkir að endurskoða verði deiliskipulag fyrir og götu með það að markmið að bjóða upp á fjölbreyttari möguleika á húsagerð. Og þá ég vissulega sjálfsagt tala það út af því þetta er að vistgata og í gegnum skólamáli og bara svo það komið fram. Þannig að þeir sem að samþykkja þessu samþykkja samfélag þá erum við komin hérna í brjála það ekki? Jú, það er Vegirnir. títtnefnd minnari heildarendurskoðun að skipulags sveitarfélagsins. Á fundi 4 skipulagsnefnd þá var þetta mál til umfjöllunar. Við vorum búin að ræða þessu fyrir fundin í nefndinni sem var sett á laggirnar við heildarendurskoðun alþingis. Það er að segja á síðustu kjörtímabili það var þá skipulagsnefnd og sveitarstjórn sem var vinnuhópurinn og við hittumst í raun og veru fyrir þennan fund skipulagsnefndar, fórum yfir stöðu málsins og það var meðal annars verið að fjalla vegaskrána vegi í náttúru Íslands. Og við í raun og veru erum þarna að taka hana endanlega skrá fyrir sem að við erum að senda á til umsóknaraðila. Við fórum þarna líka aðeins yfir stöðu málsins. Málið er þannig staðsett að við þurfum að fá tilbaka vegaskrána, þá er það aðallega Vegagerð og Umhverfisstofnun sem þurfa að gefa umsögn skrána. Aðalskipulagið er tilbúið til þess að fara til yfirferðar hjá Skipulagsstofnun en vegaskráin yfirfæri vegaskrá þarf að fylgja með, þannig að við þurfum að fá umsögn frá Vegagerð og Umhverfisstofnun sem getum raunverulega sent til Skipulagsstofnunar. Að því gefnu að það verði ekki athugasemdir, ekki einhverja meiri áttar athugasemdir við vegaskrána, þannig að við þurfum að taka með fyrir aftur. Þannig að raun og veru þannig er heildarendurskoðun stödd í dag. Einhverju sem vilja taka til máls til þessum við þá er það bókunins sveitarstjórn samþykkir skrá vegi í náttúru Íslands til umsagnar hjá lögbundnum umsagnaraðilum sem samþykkja það samþykkt samhljóða. Guðmundur Viðarsson óskar eftir heimild til deiliskipulagsskrána og skála Brekka sem er óstofnuð lóð út úr landi Miðskála. Er að ræða 3,7 hektara spildu þar sem meðal annars verður heimilt að byggja 2 hæða íbúðarhús með hámarkshæð allt að 8,5 metra. Bókun
bókun skipulags- og umhverfisnefndar hljóðar þannig: á fyrsta fundi skipulags- og umhverfisnefndar var lagt til í sveitarstjórn að afgreiðslu málsins yrði frestað vegna athugasemdar er sneri að öflun neysluvatns. Uppfærið tillögu deiliskipulagsins er búið að bregðast við athugasemdum. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og leggur til við sveitarstjórn að hún verði afgreidd í samræmi við fertugasta Sem ég sjá sem þarna. Og þá það bókunin sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir tillöguna og að hún verði send skipulagsstofnun til yfirferðar samkvæmt 42. grein skipulagslaga 143/2010 sem að samþykkja þetta. Réttuð fram, þetta er samþykkt samhljóða. Númer 5, deiliskipulag Eystra-Seljaland, lóðir F2 og F3. Aðalfoss EHF óskar eftir því að gera breytingu á deiliskipulagi Eystra-Seljalandi varðandi lóðirnar F2 og F3. Á lóð F2 verður heimilt að byggja allt að 600 fermetra gisti- og þjónustuhús í 23 mannvirkjum fyrir ferðamenn og starfsfólk. Á lóð F3 verður heimilt að byggja allt að 600 fermetra gisti- og þjónustuhús í 23 mannvirkjum fyrir ferðamenn og starfsfólk. Hámarksmælisæði 6 metrar með í hæð alvegis í umhverfishúsi. Niðurstaða bókun skipulags- og umhverfisnefndar hljóðar þannig: vegna athugasemdar er snýr að öflun neysluvatns leggur skipulags- og umhverfisnefnd til við sveitarstjórn að afgreiðslu málsins verði frestað. Eitthvað þarna sem að þá það sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar að fresta afgreiðslu tillögu þeir sem að samþykkja það. Og það er samhljóða. Þá er liður 6, deiliskipulag Eystra-Seljaland, Hnaukar EHF óskar eftir heimild til deiliskipulagsgerðar á svæði undir 39 frístundahúsalóðir. Fyrir lóð verður heimilt að byggja allt að 130 fermetra hús ásamt 25 fermetra geymslu landsgæslahús. Mesta mælisæði er 6 metrar á gólfkúta. Niðurstaða skipulags- og umhverfisnefndar við afgreiðslu málsins hljóðar þannig: vegna athugasemda er svo á afkomu svæðisins, fornleifaskráningu og öflun neysluvatns leggur skipulags- og umhverfisnefnd til við sveitarstjórn að afgreiðslu málsins verði frestað. Eitthvað þarna þá það sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar og frestar afgreiðslu tillögu þeir sem að samþykkja það. Það er samþykkt samhljóða. Þá er liður 7, deiliskipulag breyting Hallgerðartúni. Lagt er til að gerð verði breyting á deiliskipulagi Hallgerðartún á Hvolsvelli. Breytingin felst í því að 2 parhúsalóðum verður breytt í 4 íbúða ráðhúsalóð og 1 í 4 íbúða ráðhúsalóð verður breytt í 10 íbúða fjölbýlishúsalóð. Niðurstaða skipulags- og umhverfisnefndar við afgreiðslu málsins er svohljóðandi: skipulagsbreytingin var auglýst frá 13. júlí síðastliðnum með athugasemdafresti til og með 24. ágúst. Ekki komu fram athugasemdir frá lögbundnum umsagnaraðilum. Athugasemd kom varðaði það að breyta rafhúslóð í fjölbýlishúsalóð. Þar kemur fram að yfirbragð hverfis myndi breytast, skuggavarp aukast, útsýni skerðast og óhjákvæmilega muni umferðarmagn aukast til fyrirhugaðar breytingar. Einnig er bent á það að sé að ræða grundvallarbreytingu á forsendum sem giltu þegar núverandi lóðarhafar fengu lóðum sínum úthlutað og lóðurum þeirra byggðist á. Skipulags- og umhverfisnefnd tekur ekki undir athugasemdir að sé að ræða grundvallarbreytingu á hverfinu þar sem að einungis er verið að gera breytingu er varðar 3 lóðir af 47 við Hallgerðartún. Til dæmis mun skuggavarp ekki aukast þar sem er ræða nyrstu lóðin í hverfinu og mun ekki skyggja á aðra lóðir innan Hallgerðartúns. Útsýni mun að einhverju leyti skerast en þó er það minni háttar þar sem að hámarkshæð bygginga eykst einungis um 2 metra við fyrirhugaða breytingu úr 5,5 metrum í 7,5 metra. Að einhverju leyti mun umferð aukast með fjölgun íbúða en þeim mun fjölga úr 6 í 14. Skipulags- og umhverfisnefnd bendir á að umferð af þeim lóðum sem ræðir mun að öllu líkindum einungis verða frá nýjum óbyggðavegi og hafa þar af leiðandi ekki mikil áhrif á aðra íbúa í Hallgerðartún.
Mikilvægt sé því að þegar farið verði í gatnagerð í 3. áfanga Hallgerðartúns verði tenging við Óbyggðaveg einnig fullgerð inn í hverfið. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að deiliskipulagsbreytingar því samþykkt í samræmi við 40. lagagrein skipulags. Eitthvað þarna sem að ræða á þessa bókun sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar samþykki tillöguna og að hún verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar samkvæmt 40. og 2. grein skipulagslaga 123/2010 þessum samþykkja réttur hönd. Það er samþykkt samhljóða. Skipulags- og umhverfisnefnd fjallaði málið og bókaði eftirfarandi. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir drög framlögðu bréfi til framkvæmdaraðila. Eitthvað sem að þessum lið. Ekki þá. Getur við fengið að sjá bréfið? Eða þú veist, upp á... Er þetta endanleg? Afsakið hóttundi, Þetta er endanlegt, nema það þarf að breyta dagsetningu. Hvað? Nína. Það er sveitarstjórn samþykkir að framlagt bréf verði sent á framkvæmdaraðila. Þeir sem samþykkir það réttur hönd. Það er samþykkt samhljóða. Í 13.9. Já, tillaga B-lista viðhaldsáætlun og endurbætur á gangstéttum lýsingu. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir að starfsmenn skipulags- og vídeófulltrúa ásamt áhaldahúsi vinni heildstætt að málinu í öllu sveitarfélagi. Mikilvægt er að forgangsraða þeim verkefnum sem þarf að fara í og í framhaldi gera ráð fyrir fjármunum í fjárhagsáætlun næsta árs. Næstu árum. Spurningar varðandi þetta. Þá er það bara sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og vilja. Bara spyrja, bara lýsa yfir ánægju með því. Ekki að skipulagsnefnd tekur vel í þessa tillögu. Ég velti bara fyrir mér með þessa tillöguna bókun, sko, af því að þegar tillagan var tekin fyrir í sveitarstjórn þá er henni vísað til umfjöllunar í skipulags- og umhverfisnefnd. Já. Þannig er þetta endanlega afgreiðsla okkar þá hér í gegnum þetta eða mun þetta koma aftur fyrir eða getur við klæðað það? Ég varðandi Að samþykkja tillöguna þá, af því það var bara samþykkt að vísa henni til. Þessi tillaga, að þegar hún er tekin fyrir á fundi hérna, á 300. fundi, þá samþykkir sveitarstjórn að vísa tillögunni til afgreiðslu í skipulags- og umhverfisnefnd til úrlausnar. Svo kemur hérna út að kostnaður og framkvæmdaáætlun liggi fyrir eigi síðar en 20. september, þannig að hægt verði að koma verkefni inn í fjárhagsáætlun 2023. Mikilvægt er að óska verði eftir ábendingum frá íbúum, þannig að bara með því að samþykkja hér
getum við þá samþykkt jafnframt tillögum sem fylgdi. sem var til umfjöllunar. Já. Já, er það ekki? Já. Anton Kári. Það myndi ég telja svo, ég meina við vísuðum inn á þannig ekki bókun og við bara samþykkjum tillöguna. Það er Það var ekkert bara það annað. sem hún fái endanlega afgreiðslu og samþykkt, sko. Já. Af því að í rauninni er nefndin alltaf bara fjallum það að, Já. þú veist, hann sinn hann. Þá fylgdu staðfestir bókun skipulags og umhverfisnefndar. Eigum við þá ekki bæta Og við og samþykkja samþykkir jafnframt tillögu fulltrúa biðlista. Álítur og svo sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags og umhverfisnefndar og samþykkir tillögu B-lista. Þeir sem samþykkja. Það er samþykkt samhljóða. Það er 13:10. Það er deiliskipulag Múlakot 1. Gerð tillaga að breytingu á deiliskipulagi Múlakot 1 nánar tiltekið varðandi flugskýlin sunnan Fljótshlíðarvegar. Breytingi felst í því að gert er ráð fyrir minni sambyggðum húsum með einhalla þaki, alltaf 5,5 metra hæð, í staðinn fyrir stærri einingar með alltaf 6,5 metra mælisækki. Byggingamagn breytist. Skipulags- og umhverfisnefndar á 4. og 5. hljóðar er svo hljóðandi. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði ekki afgreidd sem óveruleg breyting heldur samþykkt til auglýsingar samkvæmt 41. grein skipulagslaga. Númer 123/2010 þar sem er ræða það mikla breyting á útlit og formi mannvirkja sem ræðir. Það sem sagt var óskað eftir því af aðbeigendum að þessi breyting yrði með þessum óveruleg. Hvað er þessu? Þá erum við þetta sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags Lilja. Nei, ég bara samþykkja. Já, samþykkja. Anton Kári, allir er samþykkja. Má sjá, hendur. Þeir sem samþykkja, það er samþykkt saman. Múlakot, þá er það 13:11. Það er deiliskipulag Rimakotslína 2, verkefnastofan Efla óskar eftir heimild til deiliskipulagsgerðar lagningar Rimakotslínu 2. Er nýtt deiliskipulag við Rimakot ásamt óverulegum breytingum á deiliskipulagi fyrir Lónbyggðaveg og hesthúsakverfi í Miðkrika. Bókun skipulags- og umhverfisnefndar er svohljóðandi. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að deiliskipulagsgerð verði heimild. Og þarna sveitarstjórn samþykkir að deiliskipulagsgerð verði heimilis. Þeir sem samþykkja það er samþykkt samhljóða. Ekki 12, nei 13:12. Nei. 13:12. 1312, það er efnistak og hlutarsamdir umsögn vegna umhverfismatsskýrslu. Þarna er verið að fjalla, er sveitarfélag Rangárþing eystra, þar er óskað eftir umsögn vegna mats á umhverfisáhrifum við framkvæmd efnistak og hlutarsamdi. Bókun skipulags- og umhverfisnefndar er svohljóðandi við málið. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir drög að umsögn er varðar mat á umhverfisáhrifum efnistökunnar og felur skipulags- og byggingafulltrúa að vinna að málefni varðandi umhverfisáhrif, umferðaröryggi, álag og veitt. Það lá fyrir fundinum tillaga umsögn. Sem vill tjá sig varðandi þetta. Við erum að smíða einhverja bókun, er það ekki þannig að? Tillögur varðandi það. Ég bara velti fyrir mér að því að ég ætla nú varðandi umsóknina sjálf.
Það við verðum ekki allavega að gæta þess að hún birtist. Eða hvað? Já, í fundar. Með fundarkvæði. Við myndum samþykkja þetta tilhjúa umsögn. Já. En hún með í gögnum? Var það ekki það? Ég vil nú síður svara þessu. Það fylgdu náttúrulega engin gögn með skipulagsnefndar Ekki með. og þetta ná það bara góðslega og verið jóla í talsverðan tíma. Farðu bara inn í málið og hérna skulum bara að opna þessa umsögn og bara að lesa hana. Erum við tíma? Eigum við að lesa þetta? Ég held sér fínt að lesa þetta. Já, bara fínt, já, en ég var nú aðalega meira sem birtast með fundargerðinni, af því við erum að samþykkja. Já. Þetta fylgiskjal, var það sem ég átti við. Ég vil bara kannski að benda á, Lilja, þó svo þú komir oft fram með að það fylgja ekki, það er ekkert nýtt af nálinu, það hefur alltaf verið þannig og við erum, Margrét, hvað var síðasta, þá náðum við einhverjinn en von er að skoða sem sagt, auðvitað á að vera þannig að öll fundarkvöld eiga að vera þar inni. En það ætlaði ég ekki að gera athugasemd. En það er náttúrulega búið að tala þetta samt á hverjum fundi og þetta virðist vera þungt í börnum. Þetta er þungt, Já. af því að teknilega Já, þeir finna sem spila gallan. Vil ekki lesa bara Lesa þetta bara yfir. Á ég lesa þetta? annað hver ekkert? Já, komið út. Ég skal bara renna yfir þetta. Sveitarfélagið Rangárþing Eystra hefur móttekið erindi Skipulagsstofnunar dagsett 11. ágúst 2022 þar sem óskað er eftir umsögn um mat á umhverfisáhrifum vegna efnistöku á Mýrdalssandi. Þaðan verður efni flutt með stórum vörubílum til Þorlákshafnar til útskipunar. Gert er ráð fyrir að fullfermdir bílar aki á 15 mínútna fresti leiðina milli Mýrdalssands og Þorlákshafnar. Í frummatsskýrslu kemur fram að tilgangur framkvæmda efnistöku sé að mæta efnisþörf fyrir framleiðslu á sementi. Fyrirhugað efnistökusvæði er 15,5 ferkílómetrar eða ekki, 1550 hektarar flatamáli og er gert ráð fyrir að taka 256.000 rúmmetra af efni fyrsta árið. Að 5 árum liðnum verður búið að auka efnistöku upp í 1,43 milljónir rúmmetra á ári, sirka 1 milljón tonn. Miðað við fyrir greindar áætlanir ætti efnistökusvæðið að duga til efnistöku í rúmlega 100 ár. Gert er ráð fyrir að flutningar efnis verði stundaðir 280 daga á ári. Þegar að fullum afköstum efnistöku er náð, sem er 1 milljón tonna á ári, verða 107 vörubílaferðir á sólarhring frá efnistökusvæði og að hafnarsvæði í Þorlákshöfn. Eða að meðaltali 1 ferð á kortersfresti allan sólarhringinn. Það þýðir að það mun vörubíll fara veginn á 7 til 8 mínútna fresti. Ef að fyrirhugaðar áætlanir verða að veruleika mun umferð þungra ökutækja aukast margfalt á þjóðvegi 1 og þar af leiðandi í gegnum þéttbýlið á Hvolsvelli. Við skipulag og hönnun þjóðvega eru áhrif gegnum streymisumferðar mikilvægur þáttur. Áhrifin eru háð umhverfi vegarins svo sem fjölda gatnamóta, götu þverana, fjalla frá húsum og fjölda óvarinna vegfarenda. Fjöldi þungra ökutækja skiptir þar miklu máli samkvæmt deiliskipulagi miðbæjar á Hvolsvelli
eru 4 götuþveranir á 300 metra löngum kafla á þjóðvegi 1. Ljóst að hin mikla aukning á umferð þungra ökutækja mun valda umtalsverðum staðbundnum umhverfisáhrifum eins og til dæmis hljóð- og loftmengun, einkum þegar verið að hemla og taka af stað til skiptis eins og við götuþveranir. Til dæmis losun á koltvíoxíði það bil 10-falt hærri fyrir vörubíl með tengivagn en fólksbíl, Vegagerðin 2010. Bílarnir munu aka allan sólarhringinn, það að segja einn bíl á það bil 7-8 mínútna fresti. Reikna má með að áhrif hljóðvistar og íbúa á þjóðvegi 1, þá sérstaklega í þeim þéttbýliskjörnum sem ræðir sé umtalsverð. Sveitarfélagið Rangárþing Eystra gerir athugasemd við að ekki sé þörf á mótvægisaðgerðum vegna áhrifa á umferð. Aðrir en að endurbætur á gatnamótum aðkomu vegar við þjóðvegi 1 á Mýrdalssandi. Ljóst má vera að með svo miklu aukningu á umferð þungra ökutækja á þjóðvegi 1 mun álag og slit á vegum aukast mikið. Þungu ökutæki eins og vörubíl með tengivagn slítur veginum á við 10.000 fólksbíla, Jónsson 2014. Ef miðað við 107 ferðir á sólarhring, þá slitið á veginum á við það bil 1 milljón fólks á 1 milljón fólksbíl. Í vinnutillögum að aðalskipulagi Rangárþings Eystra 2001-2033 gert ráð fyrir þeim möguleika að auka nýtingarmöguleika Landeyjahafnar. Það meðal annars nefndar til sögunar útflutningur á lausum sandi og vikurefnum. Einnig gert ráð fyrir uppbyggingu á skemmum og lagarsvæði. Meðal annars fyrir jarðefni til útflutnings. Útskipun og Landeyjahöfn myndi draga umtalsvert úr akstri þungra ökutækja á þjóðvegi 1 og þar afleiðandi útblæstri á koltvísýringi ásamt tilheyrandi álagi á þéttbýliskjarna Hvolsvöll, Hellu og Selfoss. Eitthvað? Anton Kári? Bara mér finnst þetta mjög fín umsögn og kemur svona flest allt fram í henni. Af því að ég held að í rauninni þetta sé ekki grín fyrir okkur hér í Rangárþingi Eystra ef þessi umferð fer út á veginn. En hvort þetta verður að veruleika veit ég svo sem ekki. En vegirnir okkar eru bara ekki til þess gerðir í dag og ráða engan veginn við þetta. En sko að tvennu illu sem sagt ef að þessu verður, þetta ætti þá náttúrulega helst að skipa þess út beint úr Mýrdalnum á einhvern hátt. En ég vil að við höldum því þá allavega á lofti og nýtum þá tækifæri til þess að innbra miklu frekar á nýtingu Landeyjahafnar heldur en að keyra þessu í Þorlákshöfn. Af því að þar eru gríðar mikil tækifæri sem sagt bara og möguleikar þá á lagerefni og yrði bara heljarinnar örugglega sko stór atvinnuvegur fyrir okkur ef að höfnin yrði til þess búin að geta útskipað sem sagt stórum förmum. En bara svona mér líst ekki á þessi efnisflutninga veginn okkar með hvernig þetta lagt fram og það þarf gríðarlega endurbætur á vegunum ef að þetta á ganga. Hvað hópur var þetta? Bara að vilja? Mér langar bara að taka undir þetta og sjá þessa umsögn. Og hún bara góð. Bjarki? Ég líka undir það og auðvitað myndi það breyta að þurfa ekki að berja efnið nema í þarna Landeyjahöfn. Það myndi samt ekki breyta því að það þarf að grípa til mótvægisaðgerða á þeim vegkafla þar sem að verður akstur. Eins og Anton Kári nefndi þá vegirnir okkar ekki undir þetta búnir og þetta mun hafa áhrif. Við horfum bara gegnum torfuna við steina. Þetta mun hafa áhrif, bæði hljóð og varðandi umferðaröryggi, þannig að við verðum að standa fast á því að við verðum að fá uppbygging á vegunum og það þarf að gæta að bæði hljóðmengun og umferðaröryggi. Sveitarfélög samþykktu að umsögn
er varðar mat á umhverfisáhrifum efnistöku. Sem samþykkir það, réttbönd, það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 13.13 og það er ekki hérna. Þetta var að framkvæmdaleyfi á Hallgrímsey 2 lóð. París er með Austurlandi. París óskar eftir framkvæmdaleyfi fyrir uppsetningu á 9 stykkjum gervihnata móttöku diska sem eru ca. 2,8 metrar á hæð á lóð París við Hallgrímsey 2. Niðurstaða skip- og umhverfisnefndar er sjónlífandi. Skip- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að framkvæmdaleyfi verði veitt. Ég vil taka fram að það vantar í þessa bók og ég veit ekki af hverju hún er svona, en það sennilega höfum við ekki verið búin að vista hana. Við töluðum það á fundinum og það er í raun og veru í minnispunktum okkar fóru að við ætlum að grenndarkynna þessa framkvæmd. Ég man eftir þessu. Og þannig að bara svo það komið fram. Og þá erum grenndarkynnt fyrir íbúum á Hallgrímsey 2 og Hallgrímsey Hjálmur. Einhvern sem er tækt til málstafna, þá er það bókunin sveitarstjórn samþykkir framkvæmdaleyfi við uppsetningu 9 stykkja gervihnata móttöku diska á lóðinni Hallgrímsey 2, lóð L21584 með fyrirvara jákvæða niðurstöðu grenndarkynningu. Grenndarkynnt verður fyrir ábúendum á Hallgrímseyjarhjáleigu og í Hallgrímsey. Þeir sem samþykkir þetta, rétt upp hönd. Þetta er samþykkt samhljóða. Ég verð að óska eftir smá fundarhlýði. Bara get ekki beðið lengur. Þá höldum við áfram. Það er það ekki 13.15? Það er ekki 13.14. 14. Ég hef ekki afgreitt neitt að menningar hlustu. 14. liður er landskipti í Steinmóðabæ. Lilja Sigurðardóttir óskar eftir því að skipta 3 landskiptum í Steinmóðabæ sem meðfylgjandi uppdráttum á landnám VHF dags 22. ágúst 2022. Er að ræða spildunar Hólmatagl, stærð 84,6 hektarar, Hólmavellir, stærð 23,1 hektari, Hólmaflöt 2, stærð 18.000 hektarar. Niðurstaða skip- og umhverfisnefndar er svohljóðandi. Skip- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemdir við skipta. Sveitarstjórn samþykkir landsskipti og stað göng innan nýju spilduna. Þeir sem samþykkja, Nei, ekki. það er samþykkt samhljóða. Þá er það 13.15. Já, umsögn vinnslutillögu aðalskipulagi Mýrdalshrepps 2021-2033. Óskar eftir umsögn varðandi vinnslutillögu aðalskipulagi Mýrdalshrepps. Niðurstaða skip- og umhverfisnefndar er svohljóðandi. Skip- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemdir við vinnslutillögu aðalskipulagi Mýrdalshrepps 2021-2023. Skipulagsnefnd óskar eftir viðræðum varðandi samræmingu á sveitarfélagamörkum samhliða heildarendurskoðun aðalskipulags beggja sveitarfélaga. Vilja, gjör svo vel. Nei, þá var samþykkin þá. Þá er það sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við tillöguna að skipulagi Mýrdalshrepps 2021-2023 en óskar eftir viðræðum varðandi samræmingu á sveitarfélagsmörkum samhliða heildarendurskoðun aðalskipulags beggja sveitarfélaga. Samþykkir rétt upp hönd, það er samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin hérna í afgreiðslufund sem við viljum skoða þar og er þá ekki bara að leggja fram til samþykktar í heild sinni. Fundargerð
Það er þá, já, fundargerð staðfest í heild sinni, fundargerð skipulags- og umhverfisnefndar fundur 4. Sem samþykkja það, það er samþykkt samhljóða og er þá ekki allt komið með skipulagsmálin, hvernig er það? Takk fyrir mig. Já, takk fyrir. Það er gert þetta með okkur. Þá förum við, tökum við ekki þá aftur röðina þar sem við endurum hérna fyrir þetta. Þá erum við komin í tillaga 7. liður á fundi sveitarstjórnar. Tillaga B-lista bætta upplýsingagjöf á fundum sveitarstjórnar og byggðarráðs. Fyrir liggur tillaga B-lista þar sem lagt til að fyrsti dagskrárliður sveitarstjórnar og byggðarráðsfunda verði minnisblað sveitarstjóra þau verkefni sem unnin hafa verið á milli funda, staðaverkefna og hvað er á döfinni. Myndu þið vilja fylgja þessu erindi aðeins úr hlaði? Bjarki, Lilja, Rafn. Já, takk. Það er nú bara að fá að lesa upp tillöguna. Oddviti og góði fundarmenn. Það er hérna tillaga fulltrúa B-lista bætta upplýsingagjöf á fundum sveitarstjórnar og byggðarráðs. Fulltrúa B-lista leggja til að fyrsti dagskrárliður sveitarstjórnar og byggðarráðsfunda verði minnisblað sveitarstjóra þau verkefni sem unnin hafa verið á milli funda, staðaverkefna og hvað er á döfinni. Sveitarstjóri eða eftir atvikum oddviti leggi fram minnisblaðið og fylgir því eftir á fundi. Sá háttur að sveitarstjóri gerir grein fyrir verkefni líðandi stundar var viðhafður á síðasta kjörtímabili og hafa fulltrúa B-lista saknað hans í upphafi þessa kjörtímabils. Afleiðingar þess eru að fulltrúar minnihluta fá ekki fullnægjandi upplýsingar gang mála varðandi stjórn sveitarfélagsins. Framlagning slíks minnisblaðs er ekki einskorðað við að upplýsa kjörna fulltrúa, heldur byggir undir gagnsæi í stjórnkerfi sveitarfélagsins þar sem íbúar geta fylgst betur með. Svona hljóðar tillagan, undir þetta kvittum við Bjarki Oddsson, Lilja Einarsdóttir og Rafn Bergsson. Já, það er hérna Anton Kári. Bara fín tillaga, en við erum okkur langar að leggja fram smá breytingatillögu og bókun með henni. Margrét, ég er að senda þér hana núna. Farstan. Það er að opnast áfram. Það er nefnilega, tölvan mín fór allt í einu bara eitthvað svona safe mode. Ég svo hendina á þér bara. Sjá þetta? Lokaðist af von, þetta er alltaf steik. Þetta er svolítið rísta. Hvað byrjar næsta mál með hana? Það var ekki taka nefnstund, ég get líka bara fyllt henni aðeins úr hlaði. Eins og ég segi, bara takk fyrir fína tillögu og upplýsingaflæði og allt að vera gott. Sá háttur var hafður á síðasta kjörtímabili og svo sem ekki sérstaklega dagskrárliður á fundi, heldur var sveitarstjóri bæði þegar ég var og Lilja. Fórum oft yfir svona helstu atriði sem er bara mjög gott. En við tökum svo sem undir að setja þetta bara sem fastan dagskrárlið, þannig að það verður bara formlegt minnisblað lagt fyrir og sveitarstjóri fer þá yfir á sveitarstjórnarfundum. Helstu verkefni og bara mjög upplýsandi fyrir fulltrúa, kjörnum fulltrúa og ekki síst íbúa líka.
En okkur finnst svo sem óþarfi með byggðarráði og leggjum þá til að í rauninni að þetta sé flutt bara munnleg skýrsla sveitarstjórnar. Því oft á tíðum til dæmis eins og núna, þá eru liðnir 2 virkir dagar síðan að það síðast byggðarráðsfundur sem þetta áður en fundarboð fer út. Þannig að ég sjáum ekki alveg tilganginn í þessi minnisblað fyrir alla byggðarráðsfundi. Takk fyrir að taka vel í tillöguna. Ég held að svo sem það breyti ekki öllu máli hvort að þarna liggi fyrir sko sveitarstjórn og byggðarráð því að við erum alltaf að horfa í að byggðarráð fundar töluvert vera. Það myndi auðvelda þeim fulltrúum í sveitarstjórn sem ekki að sæti byggðarráð að fylgjast með. Og þess vegna gerum við það til okkur að þetta sé inn í byggðarráði líka því að sveitarstjórn fundar mánaðarlega. Sko ef að það hendir þannig að það stutt á milli sveitarstjórnarfunda og byggðarráðs að þá væri eðlilegt og ef ekkert annað er að gerast en bara þá væri bara sama minnisblað lagt fyrir byggðarráð og það verður þá fljótt afgreitt. Ég sé ekki þarna þetta vankanta þannig á því. Þetta snýst bara að halda öllum upplýstum og það eru ákveðin mál sem að manni bara skortir aðeins upplýsingar sem ekki afgreitt á sveitarstjórnum, ekki nægilega vel inn í. Ég sé svo sem ekki engan einhug á því að hafa þetta innan byggðarráðs líka. Nú ertu bara komin. Já. Hvað er suður? Já. Sem var fyrir að breyta miljónu. Ekki vinnslu. Það er ekki bara að lesa hana yfir. Jó. Fulltrúar D- og N-lista leggja fram eftirfarandi breytingartillögu. Þá kemur þarna innan sviga sem sagt fyrsti dagskrárliður sveitarstjórnarfunda verði minnisblað sveitarstjóra þau verkefni sem unnin hafa verið á milli funda, staða verkefna og hvað sé á döfinni. Í upphafi hvers byggðarráðsfundar flytur sveitarstjóri munnlega skýrslu sömu málefni. Og bókun sem fylgir það með, bókun D- og N-lista. Fulltrúar D- og N-lista taka undir það sem kemur fram í tillögu B-lista hvað varðar aukið gagnsæi og upplýsingagjöf til kjörinna fulltrúa og íbúa. Þó er bent á að á síðasta kjörtímabili voru ekki lögð fram formleg minnisblöð til birtingar heldur var munnlegar upplýsingar frá sveitarstjóra að ræða sem setta voru fram eftir að formlegum fundi lauk. En með því að setja minnisblöð formlega á dagskrá verða þau aðgengileg öllum sem óska sem er vel. Slík formleg minnisblöð teljum við ekki nauðsynleg fyrir alla byggðarráðsfundi þar sem oft á tíðum líða ekki nema 2 virkir dagar á milli sveitarstjórnarfundar og þess að fundarboð byggðarráðs þarf að berast nefndarmönnum. Einnig viljum við benda fulltrúum B-lista á að í samræmi við samþykkt stjórn Rangárþings eystra sem öðlaðist gildi þann 7. júlí 2022 aðgangur kjörinna fulltrúa að gögnum og upplýsingum tryggður en þar segir. Vegna starfa sinna í sveitarstjórn á sérhver sveitarstjórnarmaður rétt á að kynna sér gögn og upplýsingar sem fyrir liggja í stjórnsýslu sveitarfélagsins og varða málefni sem komið geta til umfjöllunar í sveitarstjórn. Sveitarstjórnarmaður skal eiga eðlilegan aðgang að skrifstofu og stofnunum sveitarfélagsins á venjulegum afgreiðslutíma þeirra í þeim tilgangi að kynna sér starfsemi sveitarfélagsins og rekstur. Óski sveitarstjórnarmaður eftir gögnum skal hann beina skriflegri beiðni þar til sveitarstjóra. Tiltaka skal í beiðninni hvaða gögnum óskað er eftir og eða hvaða málefni þau fjalla. Miðað skal við að aðgangur sé veittur innan 3 daga frá móttöku beiðninnar.
Varði beiðnin mikið umfang vegna umfanggagna eða ef gögn eru undan þeim upplýsingarétti almennings skal sveitarstjóri leggja til að sveitarstjórnarmaður kynni sér gögn skrifstofu sveitarfélagsins en fái ekki afrit þeirra. Til áréttingar hefur engin formleg beiðni gögn eða upplýsingar borist frá fulltrúum B-lista til sveitarstjóra. Verði óskað eftir hvers kyns upplýsingum málefni sveitarfélagsins verða þær fúslega veittar. Já, takk fyrir þetta. Er þetta allt saman tillaga eða er þetta greinargerð að hluta til með eða þetta var bókun? Já, fyrirgefðu, já, ég bara sá það ekki. Mér langar aðeins að bara árétta og það er alveg hárrétt hjá þér þar sem þið minnir staðan í ykkar tillögu að þetta var ekki formlegur dagskrárliður enda er það ekki það sem við tökum fram hérna í okkar tillögu. Heldur bara sá háttur var á að sveitarstjórinn gerði grein fyrir verkefni líðandi stundar og við vildum bara ganga lengra og við erum þá bara sammála í því. Mér langar samt að taka fram alveg eins og hérna það er kannski óþarfi svona málefni hvað varðar málefni líðandi stundar sem eru svona bara almenns eðlis að við þurfum að senda skriflega beiðni þau gögn. Mér finnst það eiginlega bara aðeins og langsótt og þegar það er hægt að fara þess að leið að upplýsa svona það sem er í gangi hverju sinni og er búið að vera til umfjöllunar á fund. Þannig að en vissulega ef þetta eru mál sem ekki koma fram í fundagögnum og við þurfum að bæta við okkur þekkingu þá er þetta mjög góð leið og eðlileg leið og við munum bara nýta okkur hana enn betur þá eftir þetta ef að það er vilji að okkar upplýsingaöflun fari fram með þessum hætti. Fyrir mitt leyti finnst mér nú frekar þungt ef að það er hægt að hafa þetta svona meira bara upplýsingaflæði. En ég tek undir með Bjarka, mér finnst gott að hafa þetta á spöldum en við verðum bara að gera þessu tillögur held ég. Takk. Algjörlega Lilja og ég veit ekki betur en bara þessi samöfn á teningnum og verið hefur að upplýsingar hvort sem það til fulltrúar meira eða minni hlutar eru afgreiddar bara eftir því sem leitast eftir því, hvort sem það eru munnlegar eða hvað sem er. Þannig að ég hef allavega ekki haft á tilfinningunni að það sé erfitt aðgengi að upplýsingum en ég bara eins og ég sagði, ég mjög hlynntur því og ég held að þetta sé gott eins og kemur fram í eitthvað tillögu að svona helstu þættir komi fram í minnisblaði. En þið vitið vel og allir að það má alltaf óska eftir upplýsingum og við erum allir til í samtali eða hvernig sem er. Það þarf ekki að vera með formlegum hætti eða þess aftur. Já, takk fyrir þetta orðfæri. Ég held að við séum aðeins að tala mismunandi hluti hérna varðandi aðgang að gögnum og ég er alls ekki með þessar tillögu að segja að við fáum ekki aðgang að gögnum. Heldur er það kannski mál sem eru í gangi milli funda, bara ef ég tek dæmi niður á bragganum, bara að þessir hlutir ég vissi að það var boðið út, ég vissi ekki hver fékk eða við hvernig samið og það er þessi hlutir, þessi búið að ganga frá samningum og það er hafið niður og það er bara þessi daglegu stjórnunar þættir innan sveitarfélagsins sem að við höfum ekki beinan aðgang að þeim sé þarna bara komið á blað og eins og er verið að samþykkja en ég vil ítreka það sem ég sagði á að ég til dæmis á ekki sæti miðræði og ég get ekki hlýtt á munnlega skýrslu oddvita eða sveitarstjóra og þá velti ég fyrir mér hvernig á ég að fá aðgang að þeim gögnum. Ég get vissulega fengið það hjá fulltrúum en ég held að vera eðlilegt að þessar upplýsingar lægi bara fyrir og ef það er lítið eða ekkert að þá bara annaðhvort að leggja fyrir seinasta minnisblað og segja þessi bara sömu mál í vinnslu eða þá að bara fresta þeim lið. Já, það er rétt. Takk fyrir. Fleiri sem vilja tjá sig varðandi þetta. Þá göngum við til atkvæða breytingartillögu G og N-lista til sem að samþykkja hana byggt upp hann. Má ég aðeins athuga með afgreiðsluröð á tillögu? Er það ekki venn? Eða ég bara, já.
Í hvaða röð ber að afgreiða þessar tillögur? Andokar. Ber að afgreiða breytingartillögur á undan aðaltillögur. Eins og ég var einmitt að skoða, þá var ég að vísu ekki á fundi þegar voru staðfestar ráðningarsamningar sveitarstjóra. Þá var það gert í þeirri röð að breytingartillögur eru bornar upp á undan tillögum sem var fyrir. Og mér myndi það væri, Fundarsköpun. já, ég var bara að velta fyrir mér myndi það væri þeim tilfellum sem breytingartillagan gengur lengra. En það er kannski mismunni hjá mér. Andokar. Það er talað um breytingartillögur, ef að koma fleiri en ein breytingartillaga að þá að afgreiða sem sagt á röð breytingartillaga og byrja á þeirri sem gengur lengst. Það á ekki við að ganga þá að kjósa fyrst þá tillögur sem gengur lengra og svona. Ég var bara ekki með það á hreinu. Þá komum við til atkvæða breytingartillögur í og N-lista. Þeir sem standa ekki annað rétt upp enn. Nei, ekki, ekki bara svona. Já. Þeir sem eru á móti tillögunum. Það eru 3 á móti. Hérna þá bara gera grein fyrir það. Já, þau eru að vilja. Vissulega fögnum við því að hluti af tillögu okkar sé innan þessara breytingartillögu og styðjum það vissulega en getum í rauninni sjáum okkur ekki fært að styðja tillöguna því að okkur finnst hún ekki ganga nægilega langt með það sem við hefðum kosið í heimsku við upplýsingaflæði og annana og bara íbúa. Þetta í bókun? Já. Þau það senda mér það? Ég var ekki búin að því að við bara vorum ekki búin að undirbúa neitt en við getum bara tekið fundarhlé aðeins þá ef við megum og samið smá, er það ekki? Jú, fundarhlé. Bara stutt til sem við höfum þetta blaðið fyrir markmið. Það er kannski hérna að lesa upp. Já. Það ekki? Jú. Takk fyrir það. Takk. Herðu, þá ætlum við að fá við fulltrúa B-lista að gera grein fyrir atkvæði okkar. Fulltrúa B-lista fagnar því að megin inntak upphaflegrar tillögu okkar varðandi vinnslu og sveitarstjóra nær fram að ganga í breytingartillögu D- og N-lista. Við getum hins vegar ekki stutt á tillögu þar sem í henni felst takmörkun upplýsingaflæðis miðað við upphaflega tillögu bæði til kjörinna fulltrúa sem og allra íbúa sveitarfélagsins. Ég nefnir það hvað það er. Já, flott. Takk. Hvernig hyggstu taka núna á upphaflegu tillögunum? Er hann upp til samþykktar eða? Já, við skulum bara bera hann upp. Ég er búinn að lesa hann yfir. Já. Það er hann að beint til samþykktar þeir sem að greiða atkvæði með tillögu fulltrúa B-lista. Það er 3 og þeir sem að það er bara alveg cirka þeir sem eru á móti tillögu B-lista réttur fram. Það er
Þá það næsti liður á dagskrá. 8. liður. Það skipulags- og umhverfisnefnd, breytt nefndarskipan. Tillaga breytta nefndarskipan í skipulags- og umhverfisnefnd. Tillaga í nefnd Banner hætti sem varamaður og í nefndinni og hennar sæti taki við frá þennan lið. Þeir sem samþykkja þessa tillögu réttu upp hönd. Samlega. Og þá erum við komin í 9. lið. Það umsókn rekstrarleyfi Freyja Café, Safnavegi 1. Sýslumaður Suðurlands óskar eftir umsókn vegna umsóknar rekstrarleyfi fyrir Freyja Café að Safnavegi 1 í Skógum. Þá bókunin sveitarstjóra falið, eða fyrirgefið, vill einhver ræða eitthvað í þessu nefnd? Sveitarstjóra falið að veita umsókn þegar umsækjandi aðili á vegum sveitarfélagsins hafa veitt sína umsókn. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 10. lið. Það fundargerð byggðarráðs 216. fundur og hann fundargerðin lögð fram til umræðu og samþykktar. Einhver sem vil ræða einhverju liði í þessari fundargerð. Svo ekki að þá legg ég þessar tillögu fram til samþykktar því sem hann samþykkja rétt upp hann. Samþykkt samhljóða. Ellefti liður, það aftur byggðarráð 217. fundur lögð fram til umræðu og samþykktar. Fundargerð 217. fundar byggðarráðs. Einhver sem vill ræða að liði í þessari fundargerð. Svo ekki, þá legg ég þessa fundargerð fram til staðfestingar í heild sinni. Þeir sem það samþykkja, það samþykkt samhljóða. Og næst að við höfum þegar afgreitt lið 12 og 13. Þá það 14. liður. Það heilsu, íþrótta og æskulýðsnefnd, 50. fundur lögð fram til umræðu og samþykktar fundargerð, 50. fundar heilsu, íþrótta og æskulýðsnefndar. Eitthvað sem þið viljið ræða þarna? Bjarki, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta. Við séum þarna og þannig því sem það haga það væri í sæti í þessari ágættu nefnd. Við afgreiðum þarna lið 14.3 og 14.4 með í rauninni því að beina því til sveitarstjórnar að taka til endurskoðunar, heiltar endurskoðunar samninga við íþróttafélögin og ég bara ítreka það að það verði gert. Það sem við ákveðum það. Ég held að það væri ágætt hjá okkur að þarna, hvort sem það núna eða bara mjög fljótlega í þessu vinnu. Og helst að þessi búin, þessi það ykkur ákveður, sameiginlega ákveður fyrir fjárhagsáætlun. Hvernig við ætlum að standa þessu. Það einhverjir samningar að renna út. Við þurfum bara að halda vel á þessu. Þetta eitt af þeim málum þar sem að skiptir miklu máli að það sé gagnsæi og þetta sé vinnufæri til að börnin og ungmennin fái sem besta þjónustu sem að verja peninguna vel. Til að við setjum hana hvort að felum nefndinni eða sveitarstjórn ekki bara fyrir að leggja skýringar á þessum málum. Ég tek bara eins og undir það. Það væri mjög gott ef að við gætum klárað þessa vinnu bara fyrir fjárhagsáætlunargerð. Við þurfum að samræma þetta allt saman.
á Lilja. Er þá ekki bara gott að fela nefndinni að rýna samningana og koma kannski með einhverjar tillögur að endurbótum eða endurnýjum eða eitthvað til sveitarstjórnar sem við höfum kannski sviðsmynd A og B eða eitthvað og sjá hvernig við getum eitthvað dæmið fyrir. Jú, ég tek undir það. Ég held allavega að sveitarstjórn sem slík ætti ekki að fara að rýna heldur annarkvort nefndin eða þá starfsmaður nefndarinnar voru búin að gera þetta drög að bókun en það má alveg fylgta í henni. Sveitarstjórn felur út á æskulýðsfulltrúa að rýna gildandi samning og gera tillögur að samræmingu þess til að það liggi fyrir ekki seinna en til ekki. Já, takk. Og í þessu samhengi þá erum við líka að horfa á að við erum með, ég held ég var rétt með þessi 4 gildandi samningar í rauninni við æskulýðsstarf. Það er Dímon, það er KFR, það er Geysir og svo Björgunarsveitin. Nú liggur fyrir óskum fleiri samningar. Og þarna við þurfum að finna einhverja leið. Ég er alveg sammála að það verður samræmt. En hversu langt það þurfa að ganga, með hvaða hætti ætlum við að styrkja og hvað gerist sko á samningstímanum ef að það falla niður deildir, starfið fellur niður og það er þessi hluti sem þarf að taka heildstætt yfir. Það er svona held ég að það væri mjög gott ef að nefndin myndi taka þetta til umfjöllunar með að sjálfsögðu heilsuýrða æskulýðsfulltrúa. Þannig ég held að það væri mjög gott að við tækjum þetta svolítið breytt sko. Bara tek undir það að það er líka bara vettur að nefndin fjalli þetta í heild og það þarf að rýna á alla sko. Mikið af þessum samningum hvað sé nýjasti samningurinn, allir það sé Geysir samningurinn sem sem sagt nýjasti svona í grunninn sko. Hinir hafa svolítið svona bara framleiðst, það þarf að rýna upp að það þarf að rýna og greina líka hvað við erum að fá út úr þeim, hverju þetta að skila. Þegar mér finnst bara alveg til fyrirmyndar hvernig að þessu hefur verið staðið hjá okkur. Sem sagt að gera þetta svona, styrkja íþróttafélögin og það er horft til þess bara á landsvísu hvað okkar börn búa vel og eiga sem sagt á kost á því að taka þátt í mörgu. Það er ódýrt, það er rosalega fjölbreytt. Þannig að ég held einmitt, við þurfum að halda því áfram með algjörlega nýjir aðilar eins og golfklúbburinn og skotfélagið að sjálfsögja þeir rétt á það og ganga inn í einhverja samninga við okkur varðandi æskulýðsstarf. Þannig að það þarf að finna einhvern flöt og að við séum líka að peningarnir séu þá að nýtast í æskulýðsstarf. Það sé gott gegnsæi þessu. Já, ég tek bara undir það og líka svo sem þessi íþróttafélög, þau eru náttúrulega mjög ólík og náttúrulega ólíkar kannski þarfir eða nálganir og annað þannig að þetta er bara að mörgu að hyggja sem þarf að hafa í huga þegar að þetta verður rýnt. Þannig að ég líst bara mjög vel á þessa tillögu á bókun. Það er bara að lesa yfir hérna, Sveitarstjórn felur íþrótta- og æskulýðsfulltrúa ásamt heilsu íþrótta- og æskulýðsnefnd að rýna gildandi samninga og gera tillögur til samræmingar þegar tillögur liggi fyrir ekki seinna en 3. október. Ég held að við ætlum bara að taka út af því að íþrótta- og æskulýðsfulltrúi hvað sem starfsmaður sem sagt nefndarinnar, þannig er ekki nóg að sé bara heilsu íþrótta- og æskulýðsnefnd. Og svo vinnur hann með nefndinni að sjálfsögðu. Þannig að ég legg til að við tökum það bara út. Lilja, gjörðu þessu. Það var benda á aðeins knappan tíma þarna svo við séum raunsæ að því við erum náttúrulega þegar búin að fela þessari sömu nefnd að rýna fleiri mál eins og með íþróttaaðstöðu og annað slíkt. Ég man ekki hvenær var áætlað að það myndi liggja fyrir, bara svo 1. október. Já, þetta er kannski bara svolítið, já. Þetta væri 2 vikur til viðbótar, eða? Já, fyrir. Hver var hugsunin á bak við 3. október? Er það eitthvað vegna fjárhagsvara? Já, það var vegna fjárhagsvara, en allt í góðu, það er margt í gangi og þetta getum við ekki gert allt í einu, það er mikið að gera við nefndinni þannig að það er allt í góðu að færa þetta þá bara til eitthvað 12. eða 19. október eitthvað svoleiðis. Bjarki? Já, takk fyrir það. Sko ég held að einmitt, auðvitað horfum maður í það að fjárhagsáætlunargerðin er að fara af stað á fullu.
hugsanlega væri leiðin að framlengja þá samninga sem renna út ár og gefa okkur árið til að gera þetta faglega og vel og vera ekki að drífa okkur. Það gæti verið leið, en hvernig sem fer þá þurfum við bara að gera þetta vel og bara tryggja það að við séum ekki bara að gera langtímasamninga á meðan við erum að klára þessa vinnu. Og ég held að það sé jafnvel ekkert verra, við gefum bara aðeins rúman tíma í þetta. Anton Kári. Ég tek undir það, en kæmi það þá ekki rauninni bara frá Heilsuíþrótta- og æskulýðsnefnd í rauninni tillaga það að við myndum gera þannig og gefa okkur árið. Ég hef aðeins ágjörð líka því að sko þetta getum við gert ráð fyrir einhverju X inn í fjárhagsáætlun í bara miðað við það sem við höfum verið að gera og hvort við höfum eitthvað svigrúm til þess að auka og einmitt á fyrir þessar nýju sem eru að koma inn. En einmitt það er þá tillögu í rauninni Heilsuíþrótta- og æskulýðsnefndar að við gefum okkur góðan tíma af því að þetta er alveg flókið af því að hvernig eigum við svo að fara að skipta þessum framlögum. Við getum ekki horft bara á hausafjölda sem er það sem er að því að þú veist að því að náttúrulega ef einhver deild eða einhver félag fær ekki peninga þá getur það ekki aukið iðkendur, þannig að þetta er flókin vinna. Já, þeir eru auðvitað með mismunandi gildistíma þessi samningar sem eru gildi, þannig liggur það fyrir eitthvað hvað gildistíminn er, þannig að mögulega er þetta bara svona smiðuleg. Það segir þeir ekki akkurat allir að reyna út þetta. Já, þetta skiptir þetta máli í fjárhagsáætlun. Ég samt að velta fyrir mig, það skadar öllu að hafa þetta bara þótt þessi 1. nóvember. Það er ekkert sem segir að við séum fyrir að auka fjármagn í þetta. Hlutverk nefndarinnar er kannski fyrst og fremst hvort við getum breytt hvernig við býttum því út og komið þannig að allir sitji jafnt við. Þannig að ég bara velti fyrir mig hvort við þurfum að hengja þetta, skiljiði, endilega á. Af því að svo er það sjálfstæð ákvörðun hvort við viljum auka fjárframlög til íþrótta- og æskulýðsmála. Og en mér finnst mjög vel á að rýna þessa vinnu. Mér finnst samt að koma á framfæri og taka undir með kannski Anton Kára að við skulum samt hafa í huga að mér finnst þið vera búa ofsalega vel. Mér finnst alveg aðdáunarvert hvað börnin okkar eiga kost á að æfa margar íþróttir fyrir litla peninga. Þannig að við skulum hafa það í huga í vinnunni allavega að snúa ekki öll á borð. Eða skiljiði mig að við verðum að við veitum sömu góðu þjónustu. Takk. Fleiri sem að vilja tjá sig varðandi þetta? Anton Kári. Ég velti það bara fyrir mig hvort við eigum ekki hreinlega að taka út dagsetningu og nefndin bara fer í þessa vinnu. Að vera ekki að hengja okkur eða nefndina á einhvern ákveðinn tíma. Af því við viljum heldur ekki einmitt vinna þetta eitthvað hroðvirknislega og þetta bara að taka tíma. Þá er þetta bara verkefni í nefndarinnar. Og við fylgjumst með því í gegnum nefndina. Ljómandi, þá er flokkunin Þanningssveitarstjórn felur Heilsuíþrótta- og æskulýðsnefnd að rýna gildandi samninga og gera tillögu til samræmingar þeirra. Tillögur verði lagðar fram til sveitarstjórn. Aðeins bara orðalagið, þú veist, rýna gildandi samninga og samræma þá. Erum við ekki líka að reyna að rýna hvernig við höndlum þegar að koma nýjir, eða skiljiði, nýjir aðilar. Ég veit ekki alveg hvernig þú orðaði þetta, en skilur við? Liggja náttúrulega fyrir tvö félög sem eru að óska eftir. Já. Rýna fyrirkomulag, styrkja til íþrótta eða iðkunar, eða hvað líka. Já. Við þurfum svo sem kannski að tryggja það svo sem að þau félög eins og þarna það eru skipturnar og fórgumurinn. Við þurfum kannski samt að tryggja það náttúrulega að þau fái afgreiðslu sinna mála að einhverju leyti, finnst mér, fyrir næsta ár. Ég út af því að inn í þessari fundargerð þá er í rauninni ranngagn undir eins og frá skiptum. Þar er í rauninni styrkbeiðni frá því í febrúar sem búið að afgreiða. Það er búið að veita félaginu styrk og húsnæði. Það sem er tekið fyrir á fundinum er í rauninni ósk þeirra að komast á svona samninga. Við skildum rétt að þá fékk Anton Kári þá beiðni, en það var í rauninni ekki það skjal sem lá fyrir fundinum. Þannig að þeir eru náttúrulega búin að fá sinn styrk. Þeir vilja sjálfsögðu fara meira til að efla sitt starf og það er bara vel. Golfklúbburinn svo hins vegar er með óskum styrk, sem það þá hugsanlega afgreiða
Veiðarstjórn felur heilsu- og æskulýðsnefnd að rýmka og styrkja sveitarfélagsins íþrótta- og æskulýðsmál og gera tillögur að samningum við sveitarfélög gera tillögur að samningum við sveitarfélög. Ég myndi bæta við samræmd. Já. Eitt er. Svona. Þannig að þá greiðum við atkvæði þessar tillögur, þeir sem hafa samþykkt. Má ég aðeins spyrja hvar liggur þessi tillaga fyrir? Liggur hún undir fundargerðinni í heild sinni eða undir einhverjum ákveðnum lið? Verðum við þá ekki að segja með tilliti til liðar þessa og þessa? Jú, ég er rétt að skilgreina það. Við þurfum náttúrulega erum í rauninni að samþykkja. Þetta er undir lið, sem sagt, 14.3. 14.3 og 4. Já. Það er ekki bara sömu bókun undir 4. Já, eða bara við heildarfylgjum. Ég velti líka einmitt fyrir mig til þess að svara í rauninni þá erindi Skitta og golfklúbbsins, hvort við höfum að fara, sko, þú veist, hvort við höfum að segja það í bókunni að umsóknum sé vísað til þeirra vinnu eða eitthvað svolítið, þannig að þau séu að fá einhverja afgreiðslu svör við, af því að þetta er svolítið almenn bara bókun, þannig að þau séu að fá svör við sinni styrkbeina, þannig að þú veist, hún er komin í eitthvað ferli. GHR. Er það ekki? Já, þá setja það er Í næstu. nema þau hafa Næstu, þetta eina bókun. Hvort ekki. Já, bara breytir bókunni fyrir GHR í næstu. Vorum búin að greiða atkvæði? Nei. Er þá ekki til að við greiðum atkvæði þessa sem hann samþykkt? Samþykkt. Þá fjórir þá. Og þeir sem samþykkja þennan lið samþykkja er þá ekki bara samþykkja fundargerðinni í heild sinni? Já, þeir sem samþykkja fundargerðinni í heild sinni. Samþykkja þá er það 15. liður. Það er markaðs- og menningarnefnd, þriðji fundur. Fer fram til umræðu og samþykkt fundargerð fyrir fundar markaðs- og menningarnefndar, einhvern tjá sig til einstaka liði þar. Þar er Anton Kári. Já, bara benda að það er einn liður sem er beint til okkar. 15.2. Það er möguleikar á alþjóðaflugvelli á miðsvæði Suðurlands og nefndin hvetur sveitarstjórn til að hefja samtal við nágranna sveitarfélög um uppbyggingu flugvallar á Suðurlandi, aðstæður Suðurlandi eru hentugar flugvallar þessar stærðar og starfsemi góð farflug. Þannig að vilja. Já. Mér langaði bara
Ég sá svo sem ekkert sem fylgdi með þessu, er þá verið að tala svæði þarna sem í Rangárþingi Ég held að það sé ekki verið að tala neitt svæði Nei, ok. að svo komum mál. Ég held að þetta sé bara svona almennar borðarleggingar sambandi við það. Það er náttúrulega ekki bara svo mörg svæði sem koma til greina, sko. En að þetta sé... Brífið. Hér er bréfið frá Gunnar. Það er ekki rétt munað hjá mér. Það er ekki tilgreint svæði. Þeir segja samt að við erum með besta flugvallarsvæðið á landinu í sýslunni, hvað á hann við? Hvaða svæði á hann við þannig við það? Já, ég held að hann sé nú að vísa til svæðisins hérna Geitasamt, já. En Eru þið þá að meina svæðið sem að bara núverandi flugvöllur er Hellu eða? nei, Nei, það er hérna bara, já, eða Sigríður. Já, bara það sem ég held, það sem það átti hérna fyrir langa löngu að setja flugvöll. Ég held að þessi svæði sem hefur alltaf verið talað en svo sem ekki Það er svona eitt af þeim svæðum sem hefur verið svona mest í umræðu. Andokar. Já, bara, ég held að séu ekki einmitt að tala neitt hérna sérstætt svæði. Það sem hefur verið í umræðinni Geitasandur, í rauninni þarna fyrir ofan Skotsvæðið og þar á þeim sléttum. Svo hefur náttúrulega komið til umræðu hérna. Berjarnesaurarnir hafa líka komið til umræðu einhvern tíma. Munið eftir erindi sem við fengum hérna skóga, ytri skóga, þar niður frá. Þannig að ég held að þetta sé nú bara, mér finnst þetta bara fínt erind og mér finnst, já, ég bara að gera að taka þessa umræðu. Ef að þetta það sem verða skal, það verður sem sagt ekki gert ráð fyrir alþjóðaflugvelli á Reykjanesinu. Af hverju ættum við þá ekki að gera okkur gildandi í umræðinu eða allavega, ég er ekki að segja að við eigum að samþykkja að vera hérna með alþjóðaflugvelli en að taka umræðinu og athuga hvort að við hefðum hag af því. Já, ég tek undir það. Ég var bara að athuga hvort að þið vissu að því að minnist þarna á besta flugvallarsvæðið á landinu í sýslunni, hvort þið vissu hvað svæðið það er að tala eða hvort það verður bara almennt. Mér finnst þetta eins og að vísi eitthvað áhrifir. Já, það er. Það nefnir eftir. Nei, Þetta svæði sem hefur verið. það býður það. Já, ég held að við eigum auðvitað að fagna þetta á allri uppbyggingu. En svona vinnu náttúrulega verður ykkur að leiða og ég held að það sé svo sem ekki vera sveitarstjórnar að leiða þessa vinnu en auðvitað að vera bara tilbúin að aðstoða í því sem að við getum aðstoða og þess vegna bara fagna ég því að þetta ekki komið fram og ég held að þessi það eðlilegast að félag sveitarstjóra bara að kanna hug. Nákvæmlega. Já, nákvæmlega og hugsanlega bara þess sem sendir beinina sko, eða þú styrðir. Hvað ég er ekki sérfræðingur í hvernig flugvellir eru uppbyggðir og ég veit ekki hvað við eigum að gera annað en að vera tilbúin bara með skipulag sko. Einmitt góð punktur sko, að við getum farið í einhverja greiningu á því en auðvitað er þetta líka við þetta þarf að vinnast í mjög góðu samráði við okkar íbúa og allt það sem þú veist framöndan af því að þetta er engin smá inngrip ef einhvern tímann að þessu verður sko, það er ekki víst að allir vilja hafa alþjóðaflugvöll í hérna þungarinn hjá sér eða svoleiðis, þannig að þetta er stórt mál og engar ákvarðanir sem liggja fyrir sko. Þetta þyrfti væntanlega að fara í aðalskipulagsbreytingu skilur ef að þetta yrði og þá yrði gott íbúasamráð sko. Þetta væri bara gaman að svona hlera allavega nágranna og svolítið með þetta hvort að þessi umræða sé í gangi þar eða hvað svona menn að vísa bara. Þetta er ekki að sveitarfélagið náttúrulega ekki bara ekki að flugvöll. Já, það er spurning einhver fleiri sem ekki að leggja inn í þessu umræðu Kari. Bara, þú veist, einmitt ég held bara umræðan er góð og bara þetta að við sofum ekki á verðinum og missum af einhverjum tækifærana því að nú er þetta, þú veist, þetta er í umræðin í fleiri sveitarfélögum út allt út af bara nýjustu eldsumbrota og þannig að og því sem það kom svo fram í kjölfarið þannig að ef við stöðum margir að tala bara við sofum ekki verðinum og tökum, ég vil taka þetta samtal og sjá hvort það er einhver flöður. Já. Ég ófundarsveitarstjórn feli sveitarstjóra að kalla eftir samráði við náttúruverndarsveitarfélög í Suðurlandi.
sem samþykkir þessa samfélag. Það er byrjað. Nei, kalla eftir samráði, sko, mér finnst þetta svolítið kannski uppbyggingu, það er bara eins og við séum búin að ákveða að við viljum fara í þetta, fá þau með okkur, skilur við, ég velti fyrir mig hvort það verður betra að segja kanna hug nágrannasveitarfélaga varðandi, en svo má þetta líka vera svona, bara manga verið. Já, það er tekið undir það. Samráð þannig sem við séum búin að ákveða það, og bara fá okkur með okkur. Samtal. Ég var að breyta samráði í samtal. En þér á því, bara þetta bara... Má ég kannski aðeins líka, það er líka kannski skrítið orðarlega að segja uppbyggingu alþjóðaflugvallar. Heldur bara að þetta er kannski þá einmitt að gera veist, já, fattið hvað er að meina. Er ekki fínt að breyta samtal við nágrannasveitarfélögin bara mögulega uppbyggingu Það er bara möguleika á. Möguleika á uppbyggingu alþjóðaflugvallar á Suðurlandi þessum, já. Ljómandi gott. Þið var að greina atkvæði aftur þetta eða láta þetta ljóta svona orðabreytingar. Það er kannski inntækið þetta sama. Ef við ekki staðfesta bara bókunina? Greinum atkvæði þetta aftur. Það er samfélag. Þá er það bara fundargerðin í heild sinni ef það er ekki annað þarna sem við viljum ræða. Þá berum við hann upp til samþykktar. Það eru allir sem samþykkja það, samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið 16 og það er lögð fram til umræðu og kynningar, fundargerð 16. Samband Íslenskra sveitarfélaga, já. 912. fundur stjórnar, lögð fram til umræðu og kynningar, fundargerð 912. fundar stjórnar Samband Íslenskra sveitarfélaga. Eitthvað þarna sem við viljið ræða. Þá vindum við okkur í næsta lið. Og þar er liður 17, Heilbrigðisnefnd Suðurlands, 220. fundargerð, lögð fram til umræðu og kynningar fundargerð 220. fundar stjórnar Heilbrigðisnefndar Suðurlands, eitthvað þarna. Þá er það næsti liður, 18. mál á dagskrá samráð sýslumanns og sveitarstjórna. Aðeins stærra, aðeins bara fylgja út í Sýslumaðurinn á Suðurlandi, það er spurning sko. Sýslumaðurinn á Suðurlandi lýsir yfir áhuga á að hitta nýkjörna sveitarstjórn og framkvæmdastjóra sveitarfélagsins til að kynna starfsemi og fyrirkomulag embættis sýslumanns. Eitthvað þarna sem þeim viljið ræða, þarna er komin hugmyndabókun. Sveitarstjórn takkar erindi og fyrir sveitarstjóra boða til fundar með sýslumanni Lilja. Já, takk. Ég bara vil þakka fyrir það komin inn meiri gögn þarna. Ég hafði samband hérna þegar fundarboðið fór út og það var ekkert annað en stóð bara samráð sýslumanns og sveitarstjórna, ekkert meiri texti og ekkert erindi. Þannig að þetta út eftir við fengum það og þetta Það skýrir mikið. Lýsi ég yfir ánægju minni að hafa sem mest samráð við sýslumann og aðra stjórnendur og opinberra stofnana í sveitarfélagi. Það gerist vel og sveitarfélaginu vel. Þannig að, já, bókun sveitarstjórn þakkar erindið og fyrir sveitarstjórn að boða til fundar með sýslumanni. Við atkvæðum það og það er samþykkt samhljóða. Fundardaga... Fyrirgefðu, ég sá ekki alla bókunina en eigum við ekki bara bjóða sýslumanni á fund til á sveitarstjórn? Eða? Anton Kari. Ég skal grípa aðeins þann bolta. Ég held nefnilega að við þurfum að hafa aðeins breytta tilhögun á því þegar við förum með fundi í beinstreymi. Af því að það eru ekkert allir sem koma inn á fundin okkar með einhverja kynningar tilbúnir að vera í beinu streymi og til þess að eiga þetta samtal. Þannig að ég held við þurfum bara að ákveða, það er okkar að ákveða hvernig við höfum það system, hvort við fáum þá þessar sem er með kynningu fyrir sveitarstjórnarfund, með kynningar eða eftir sveitarstjórnarfund. Ég hugsa allavega sér maður það heldur ekki hjá öðrum sveitarfélögum að það sé að koma inn í rauninni uppbrot í dagskrá og sé að koma inn aðrar kynningar.
en ég kannski í staðinn fyrir að vera alltaf með sérfundi til kynninga en að nýta það tímann fyrir eða eitthvað svoleiðis. En ég hef ekki fastmótaðar skoðanir á því. Það var bara, ég legg það allavega til að við höfum þetta þá samliggjandi sveitarstjórnarfundum þannig að það verði til aukinna fundahalda. Ég sammála því Anton. Já, spurningum, þá erum við líka kannski búin að festa okkur svolítið tíma. Ef við miðum bara við 20 mínútur eða hálftíma, þá byrjum við bara hálftíma fyrr og svo er það bara búið og þá byrjum við sveitarstjórnarfund. Það er væntanlega auðveldara að vera sko fyrir heldur en eftir því að oft á tíðum þeir nú að dragast aðeins á langi hjá okkur fundinu. Þannig að þetta er afgjörðu samþykkt og þá var það fundardagatal Rangárþings eystra 2022-2023, það er 19. liður. Eitthvað þarna sem að þið viljið ræða Bjarki gjörðu svo vel? Já, takk fyrir því ég sá nú svona bara eftir fljótt áliti. Ég misti af framlagningunni á fundinum með Róbertum í daginn en það eru þarna settir skipulags- og umhverfisnefndarfundir á mánudegi í desember í febrúar og aftur í mars. Nefndin hafði bara samþykkt að vera með fundina sína á þriðjudögum. Í flestum tilvikum þetta á þriðjudögum en þarna eru 3 frávik allavega sem ég sé. Er eitthvað sem þið getið útskýrt fyrir okkur af hverju það er? Ég hef svo sem ekki skýring á því Anton Kári. ég sé það er á fleiri stöðum bara, semst það er líka núna í september 5. og það er já, svo kemur þetta mánudögum í febrúar og mars, eins og þú sagði Bergi, og svo þriðjudögum í júní. Nei, en ég líka, er þetta ekki svolítið þannig, þetta er grunnuppleggið af dagatali, hvort að nefndin ákveður að funda, og þá er það bara ákvörðun nefndarinnar, þá getum við breytt í, en ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur og fyrir alla, bæði fyrir nefndirnar og fundur að við getum byggt þetta dagatal, en nefndirnar verða auðvitað, það verður að henta nefndunum. Lilja? Ég legg mér samt til að því að þetta var umræða og ákveðið í skipulagsnefnd að við lögum það og það verði að þriðjudag, sko. Þegar þau eru búin að báta á það, þá þarf að samþykkja eitthvað sem er fyrirfram passar ekki nefndinni. Anton Kári? Nei, ok, nei, pass. Ég er bara sammála, nefndin á bara að fá ráða. Ég fór að velta fyrir mig hvort þetta væri þannig að það næði, sko, að því að það er komið, að því að það er sveitarstjórn sko strax á eftir. Og ef að nefndin er að funda seinni part þriðjudags, þá erum við búin að senda út fundarboðin fyrir sveitarstjórn. Já. Þau voru með fundatíma fyrir hátið. Já. Og ef ég má að útdyggja sko, það væri þá hægt að setja skipulags- og umhverfisnefndarfund á dagskrá og að gögnin kæmi þá Algjörlega. og það er þá bara tilkynnt ef að það myndi dragast inn á seinni partinn á þriðjudegi en við vitum að fundurinn mun fara fram, hann er á dagskrá og ég held efast að það er ekki athugasemdir á þess að ég ætli að lofa því. En þannig að ég efast það er tæknilegs eðlis og skipulagsnefndarfundirnir eru tvisvar í mánuði, þannig að þetta á svo sem ekki að hafa bíluð áhrif. En ég bara hjó eftir þessu og bara veltaði hvort að það væri einhver efnisleg skýring á þessu. Anton Kári? Bara breytum þessu, það er bara alveg sjálfsagt. Já, ég ætlaði bara að segja, ég ætla að sjálf að breyta þessu sett á þriðjudag. Nefndin getur svo alltaf breytt þeirri dagsetningu í undantekningartilfellum ef að sérstakar ástæður liggja til. Ég ætla að hafa þriðjudag og eins og ég segi, það er hægt að breyta því. Eigum við að breyta þessu þá núna? Eða eigum við að fresta þessu til Anton? Þetta er bara lagt fram til kynningar. Breytum þessu núna og svo bara þessi mánudagsfundir skipulags- og umhverfisnefndar. Þetta er á þriðjudag. Þú ætlar að breyta þessu? Jú, gott. Ég er búinn að því. Búin að því. Þá er það 20. liður, það er Rangárhöllin aðalfundarboð. Lagt fram aðalfundarboð Rangárhallarinnar. Æðarhallar íslenska hestsins. Árið 2021. Fundurinn
fer fram 8. september 20 í Rangó. Eitthvað þarna. Veit sveitarstjóri farið að sækja aðfund sérstaklega. Það er það. Það er samþykkt. Þá er dagskráin tæmd, fundi slitið.